blessar, ég var náttúrulega búin að gleyma þessu. Já, ekkert stress sko. Þetta í hug, nei, þetta Hvað segir þið? Bara Bara allt gott sko. Við erum byrjar að taka upp sko. Já, ok, frábært. Þetta orkar við ykkur, hvernig staðan í leiknum? Heyrðu það 0-0. 0-0, bara ekkert að gerast. Já, þú veist, það er fullt að gerast, en það er ekkert þannig að gerast, það er rétt. Við erum að taka upp 50. þáttinn. Já, afmælistátt. En gaman, til hamingju með það. Við erum 2 ára. Já, Þannig ég að- er nú aðeins eldri en það. En Já, við erum náttúrulega eldri. En hérna, hvernig er árið búið að vera? Það er nú ár síðan við hittumst. Þetta er búið að vera Þetta er búið að vera Þetta er búið að vera ár. Hvað maður að segja? Já, hvað, þú er búin að búið til vegferð og búin að taka þetta í ófærð og ófærð 3 eða ekki? Nei, það var alltaf síðast ári. Á þessu ári fór ég til Ástralíu í 4 mánuði Já. og gerði sjónvarpsseríu sem er frumsýnd 1. janúar á BBC. Já. Og annars er ég bara búinn að vera að gera hitt og þetta, lesa einhverja hljóðbók og leiki einhverjum teiknimyndum og lesa á tölvuleiki og eitthvað svona hitt og þetta bara. Ertu komið með PlayStation 5? Já, Já, hann er komið með hana. í fyrra sko. Ég er ekki ennþá búin að koma með hana sko. Þetta er hæðilegt. Og í alvöru? Já. Þú þarft að tala með mig, Darri fendin getur alltaf að redda einhverju sko. Já. En hvað er búin að spila mikið? Ég spilaði God of War sem ég spilaði núna nýlega og var ógeðslega hrifinn af, mjög skemmtileg, miklu skemmtilegri en ég einhvern veginn þorði að vona. Svo náttúrulega uppáhaldsleikurinn minn á síðasta ári sem ég spilaði var Last of Us 2. Já, geggjaður leikur. Hann er klikkaður, ég bara og ég vil nú ekkert segja neitt sko endin en maður bara ég var bara grenjandi sko. Já, ok, þetta bara tekur á. Já, þetta er bara stórkostlega flott að þú veist, og maður náttúrulega sér þarna sko að hvað tölvuleikurinn hefur mikla oft yfirbyrði yfir þú veist, annað efni því að þú ert eitthvað þáttakandi í honum sko. Já, einmitt. Skilur, þannig að þú hefur áhrif á söguna, allavega upplifir áhrif á söguna og þú ert náttúrulega í stæði fyrir að horfa á bíómynd í 2 tíma eða sjónvarpsþátt í 10 tíma og þetta er kannski að spila tölvuleiki í 80 tíma. Já, þetta getur tekið langa tíma sko. Og hérna ég var svo ánægður, ég held ég sé að fara að byrja aftur sko. Að spila hann aftur núna einhverju. Já. Ég mæli með Spiderman ef þetta ekki með að spila hann er svakalegur. Hann er Miles Morales. Já, bara báða sko. Já, ok, ég hef ekki spilað á. Það er svakalega sagði þeim sko. En svo annars er ég náttúrulega að býða þér upp á, þú veist, sem var þetta mínum uppáhaldsleikur sem var hérna Dying Light. Já. Og númer 2 loksins að koma núna í febrúar síðastliðið. Hvað segir Vafla? Vafla er hérna, horfir á mig og grenjar í mér. Held ég að því hann langar í einhvern mat sem er hérna á borðinu. Maður veit aldrei. En það er ekkert að stelast í þetta? En Vafla er rosa glöð sko. Já, hún er bara endislega ofsi sko. Hún er bara skemmtleri sko. Já, nú gott. En downloadaður Spotify? Það er náttúrulega stóra spurningin síðan í fyrra. Nei, ég gerði ekki. Já, ertu ennþá Apple? Ég er ennþá Apple. Ertu að grínast? Ég er bara, þú veist, ég get ekki styrt þetta sænska fyrirtæki sem að, þú veist, Gauri var að koma sér fótboltalið. Já. Allir tónlistarmennir er að fá, þú veist, 200 kall á ári fyrir að hann spyrir tónlistina þeirra og hann keypti fótboltalið. Akkur ekki, já. Það er snilt, sko. Já, ok, ég með þetta mun gerast, ég neyðist til að gera þetta. Já. Eru þið bara á Spotify eða eitthvað þannig? Þetta er á Spotify, við erum alltaf með podcast á Spotify sko, þannig við þurfum að vera Ég er að segja það sko, eru þið bara á Spotify? Nei, við erum alls það sko. Já, nákvæmlega, hvað? Já, við erum Apple líka sko, við erum öllu þessu dæmi sko. Hvað segir þið? Hvernig var árið ykkar? Það var bara geggjað, alltaf með podcast síð, þá er það búið að vera mjög gott sko. Já, við erum báðir að flytja í bæinn. Já, það er bara svona. Það er bara breyting. Hvað kemur til? Bara skóli og fjölskyldu þín er að flytja. Já, við erum bara að fara sko, frá Selfossi. Þetta er bara Selfoss sökkar. Nei, ég meina það er gott, það er alltaf gott að skipta umhverfi og prófa eitthvað nýtt. Ég meina ég fór til Ástralíu í 4 mánuði, það var stórkostlegt. Já, hvernig fannst þið kóngulóarnar? Ég var aldrei komið á gáður. Ég rakst ekki á eina einustu kónguló. Rakst ekki á eina kónguló? Nei. Hvernig er það hægt? Ég bara, þú veist, ég veit allt langar að drepa mann í Ástralíu. Já. Mér tókst að forðast að láta drefni í þetta skipti alltaf. Já, það er brjála sko. Ég sá bara eina sko, þegar ég var hana. Það var ógeðslegt sko. Og þú gleymir því ekkert. Nei, það gleymist ekkert sko.
Ekki séns. Ég skil það bara vel. Herru, er þetta ekki bara fínt? Ekki bara sleppa og fara að leifa að horfa á Liverpool aftur? Jú, bara æðislegt, bara gott að heyra ykkur strákar og gangi ykkur ógeðslega vel og við bara hittumst aftur og spjallum einhvern tíma fram. Já, 100%. Endilega, við heyrum yfir á nýja ári. Gaman að heyra ykkur. Herru, Við sjáumst. hafa gott. Gleðilegt ár. Bless. Og þá segi ég bara velkomin í podcastið. Já, það er komin. Þetta var bara byrjunin. Já, þetta er byrjunin. Ólafur Darri. Ólafur Darri byrjar afmælisþáttinn í dag og við ætlum að ringja í Sigurð Pétur. Já. Ég er með voða svona radio voice. Það verður samt að passa þetta, það er Bergmálar. Við erum sérst í nýju stúdíu eins og sjáðið. Nýju stúdíu. Það er allt nýtt, nýtt stúdíu, nýju jakkaföt. Þau voru að flytja hérna, frænka mín og fannandi. Já, það sem við tökum allt upp hjá. Og við erum sérst, það er ekki búið að furnusa neitt inn að í þessari íbúð þess vegna smá Bergmál. Þannig við ætlum að tala svolítið lágt og tala nálægt mæknum. Svo er líka báðið konum með nýju jakkaföt í tilefni afmælisþættin. Þetta finna hann? Já, finna hann. Sigurður Pétur, við skulum ná hann áður Liverpool-leikurinn byrja aftur, allir í þessum Liverpool-leik. Já, þetta er Liverpool sko, ég er ekkert inn í þessu sko. Ég veit, já, sæll. Þetta er hvað? Ég veit það ekki. Það svaraði það. Já. Halló? Sælir. Er það Sigurður Pétur? Já, það er hann. Er ekki hálfleikur? Sælir. Hvað segir Er ekki hálfleikur? Jú. Herru, takk fyrir að hringja í hálfleik, ég kann að vita það. Já, við vorum að tala Óla Darra, hann sagði okkur að hálfleikur. Þannig Já, ok, ákveðum hann er að ekki að horfa. heyri þér, Já, hann er að horfa. Hann er hardcore fan sko. Já, Liverpool væntanlega. Já. Ég veit ekki. Hver er að kemja á þetta aftur? Herru, það er Liverpool Leicester. Já, hann hlýtur á Liverpool. Hálfleik. Heldur ekki með Það er Leicester. spennandi leikur. Hvað ert þú Liverpool maður? Já, ég er púlari. No. En hvað segir þú? Þú komst til okkar á þessu ári hvenær? Var þetta februar? Ekki júli? Ég man það ekki maður. Vá, ég man ekkert í hvaða mánuð var. Það Nei. er svona langt síðan, februar. Ég held að það hafi verið í sumar, jú. Þú varst einn af fyrstu gestunum Júlí, okkar sem... ágúst. Já, þú varst einn af fyrstu gestunum okkar sem kom í jakkafötum, mannið því. Já, takk fyrir það. Það var geggjað. Já, bara mín og ránæðan. Ég Snillingur. myndi sá að þið hætti með það. Er það eitthvað? Ha? Hættir með það? Nei, hvað mennur þú? Já, ég sá einhvern gest hjá okkur sem var ekki í jakkaföt. Já, það var síðasta afmælisþáttur. Við náum ekki að pína alla í jakkaföt sko. Það er bara gengur Nú, ekki. ok. Það- Já, ég skil því. Við þurfum bara svona meistar eins og þig sem nenni að fara í jakkaföt. En er það... Já, ég fíla það, sko. Hvernig árið þið búin að vera? Þetta 2021? Bara mjög gott. Bara besta árið hingað til, sko. Já, ok, Já. nice. Hvað er í gangi með YouTube-channelið? Hvað eru vloggin? Viljið þið meiri vlogg? Já. Já, þá þurfum að sjá Ég- meira vlog. Plani er að koma með fleiri á nýjári. Ég er hættur í vinnunum minni, gamlu, Nú, Já. í Kíví. ok. Og er að fara, bara vera verktaki. Já, freelancer. Þannig að- Freelancer bara. Já, bara freelance. Það er ekkert Nice. annað. Það er það Þannig DP, að- eða? Wow, Jesus, þannig að DP. sprengja. það er bara flugveldar hérna, sko. Í alvörinni? Já. Við erum, Sæll, ok, við ég heyrði þetta. Já, við erum nefnilega 14. hæð, sko, og þannig að flugveldarnir sprengjast alveg við hlýðina á okkur. Já, ok. Ég er á 14. hæð. Já, þau voru að flytja hana sem átti íbúðina í Breiðholtinu. Já, ok. Vá. En hvað var þitt mest spilaða lag á Spotify Wrapped? Ég held að það hafi verið Rax með Byrni. Já. Já, Ég man rétt. ertu mikið að hlusta á Byrni? Já, ég er mikill Byrnis fan. Hann er örugglega uppáhalds íslenski tónlistarmaðurinn. Já, hann er mjög góður sko. Já, ég fíla hann. Ég hlusta náttúrulega mikið á rap, sko. Hann er bara klálega einn af bestu íslensku rappurunum. 100%. En hjá ykkur? Ég Hvað held var þið með? það var eitthvað með Eminem, held ég Sús með Eminem og þitt var eitthvað Já, ok. farnlegt. Ég man ekki hvað mitt var, sko. Ég held að það var eitthvað svona, eitthvað upbeat lag, eitthvað svoleiðis. Já. Make yourself feel good, eitthvað svona hann eitthvað Sunday's best eða eitthvað svoleiðis dræmst. Já, TikTok-læðið hana. Já, ég held það, sko. Óli mjög mikið í þeim sko. Já, Já. TikTok eiginlega það laga fyrir mér. Já. Mér fannst það gott þangað til að TikTok fór að spila það. Já, andjók sko. ég sá það ekki eins og ná TikTok, sko. Ekki, Nei. þetta var fucking viral TikTok. Nei. Gott lag, samt. Fæstu eitthvað gott í jólagjöf? Já, ég fekk mikið að hlaupa að fötum. Byrjaði að hlaupa svolítið Já, undanfarið. með bróðinum. Já, með bróðum mínu. Hann er búinn að vera að koma svolítið í það. Þannig að það er svona eiginlega bara einkafélagur minn.
Það er rosa fínt. Þannig að ég fekk bara stór hluti af jólagjöfunum mínum voru bara hlaupaföt. Allir bara fretta því að ég væri byrjað á hlaupunum. Já. Nei, ég er bara mjög sátt með það. Er þið ekki með eitthvað svona hlaupaskóla? Jú, við erum með hlaupanámskeið, bara allir á skrá sig. Óli, þú þátt að... Já, ég ætla að skrá mig. Þú þátt að koma með í það. Endilega. Já, endilega. Sendi bara e-mail á hlaupaprogram@bræður.is. Já, við linkum þetta bara niður í þessu bókastæði ekki? Svo þetta geta komist það. 100%. Þá ætlum við bara að leyfa held ég að fara aftur að horfa á Liverpool-leikinn. Já. Já, gekkja. Og góð Leicester. Góð Leicester. Já, gaman að heyra í ykkur. Já, sömuleiðis. Er það að fara að hringja í fleiri í kvöld? Já, þetta verður fullur þáttur á gestum. En að ykkur. Geðveikt. Við ætlum að hringja í, kannski, eitthvað svona 5, 6, 7 Já, viðbót, eitthvað svoleiðis. Gekkja. Yes, Ég er bara að beða að heilsa. Já, sömuleiðis. Sömuleiðis. Og við sjáumst. Heyrjumst. Bless. Bæjó. Það er ekki að lengja kveðja. Alltaf, já, ok, þetta er bæ. Og svo sjáumst, nei, ok, bæ og sjáumst gleðilegt ár. Við erum alltaf búin að skella fyrst. Já, ok, ég er bara að keep me Við elskum að skella fyrst til að sína að við erum dominant. Nei, ég bara býð og svo bara gerist ekkert. Og svo bara... Herri, ef að taka smá pásu í hringingum eða viltu bara drífa á hringingum? Ég veit ekki, þú ekki byrjað að svitna alltaf. Smá, okkur. Nei, það er óþægilegt að því ég er ekki ból. Við erum náttúrulega standandi, sko. Já, við erum standandi núna af því að það er ekki komin eitt íbúðina og það er mjög flott að vera standandi. Þá ég var að fatta, ætlum við ekki að hafa opið? Jú, það sést bara svo ógeðslega mikið ljós. Bara, já, lokaði þú þessu? Já, ég lokaði þessu. Ok, cool. Herðu, ef við hringi næsta eða ætlum við að fara hans yfir árið? Já, fara yfir gæjan í einangrun, eða? Ætlum að hringi Inga? Fara til Inga, eða? Ok, hringjum Inga. Sýnum smá félagskap, hann var náttúrulega fekk COVID yfir jólin, sko. Það er svolítið hræðilegt, sko. Ég er bara að nota iPhone-u minn gamla því hann er með, þú veist, plug. iPhone SE. Annars bara hringjum við í þarna. Hann sendi okkur númerið sitt á Instagram. Svo þetta gamalt númer. Ég er með, já, það gæti alveg verið, sko, ég tók þetta á Facebook eða eitthvað, sko. En var þetta ekki, þú veist, SIM-kortið þitt? Var þetta ekki SIM-kortið þitt? Hvað mennur? Færður ekki SIM-kortið þitt? Jú, það var bara að vera. Nei, það færast ekki contacts. Halló? Sælir? Ingi Bauer? Sælir? Greipuð þið glóð Volkan? Já, bara hver að hringja núna? Svo bara, já, alveg. En hvað segirðu, ertu ennþá einangrun eða? Jú. Shit, sko, hvað átt að vera lengi? 2 vikur? Nei, sko, það eru 10 dagar, en svo er þarna eitthvað nýtt að það verður mögulega breytt niður í 5 daga. Já, geggjað. Okay. Þannig ég gæti kannski losna bara á 31. eða eitthvað. Já, það verður snill. Ok, þá er þetta helvitis bomba, sko. Ég er bara til það, sko. Hvað, eru þið í podcastinu núna? Já, við erum að taka það upp, sko. Án þess að þið viti? Já, we got the evidence. Við reynda sögum ekkert Sigurði. Nei, reynda. Við sögum bara hvort þið mættu hringja. Nei, ég veit að ég bara var að hugsa um þetta því ég hringdi og svo byrjaði bara að tala og það er ekkert, já, það er bara flott. Ég veist stemmari maður. Ég er með þarna, var að gera áramótalagi í dag. Nó. Bara upp á flipi. Ert þú ekki með áramótalagi í áramótaskóla? Nei, ekki alveg. Nei, ok. Er það gott? Það er reynda bara það gott lag. Ég ætla að gera vídeo á morgun. Það er ekki þess að ég hafa eitthvað annan ekki að gera, sko. Nei, ekki. Þú mátt ekki fara út, eða hvernig virkar það? Jú. Nei, að banna að fara út. Banna að fara út? Hann er með COVID. Þú mátt ekki eins og fara út, sko, með hurðina. Ég held maður mætti fara út að labba. Það fer bara í, hvað er þetta, home jail? Holy shit, maður, fuck. Ég er alveg búin að vera í Smáralind og eitthvað. Aðeins að chilla þar í namibarnum, maður. Já. Nei, Hvað segir þú? Sér snýtt lag á leiðinni? Já, vonandi. Ég er að vinna að klára það í kvöld, sko. Það er snilt. Mér líst það. Áramótalag. Þetta er basically bara það að vera einn á áramótunum. Já. Ég var næst búin að spyrja hérna hvernig voru jólin fyrir þér. Það voru grillu. Var þetta ekki eitthvað skrítið? Þetta var alveg, þú veist. Mér líður bara eins og það hafi ekki verið jól, sko. Nei, mitt. Þannig sér, sko. Kemur vlogg 2, þú varst að gera 1 vlogg. Náttúrulega. Já, ég er að byrja að vlogga þess meira, sko. Já, sjá hvort þú verður yfir áramótunana. Hvað eru þið? Sjá hvort þú verður yfir áramótunana, það er kannski gott að vlogg 2, áramótuvlogg. Já, true. Já, algjör skandal með sjónvarpi. Hvað var það að gera á gólfunni? Mér er að finna hvað margir voru að pæla í því. Já, er þetta svona alltaf? Það var kommenti? No comment.
Gæri, þetta svona alltaf sko. Hann psychopath sko, hann psychopath. Það komst ekki IKEA til að kaupa hann, COVID. Sko, málið ég bara eiga þetta sjónvarp í ár. Og ég ætla alltaf að kaupa festingu. Já. Svo var hann ekki til eða eitthvað, þannig að ég bara svona býð eftir henni. Svo var hann eitthvað tíma til og svo ætlaði ég að kaupa hana. Svo keypti ég hann aldrei. Þannig að sjónvarpið bara búin að vera þarna í ár. Já, ok, geggjað. Og horfur bara á svona? Já. Já, geggjað. Það engin afsökun, sko. Ég bara hendi íti borðinu aðeins frá sem alltaf fyrir sjónvarpinu, þú sér bara helmingin að þú sittir í sófanum. Já, Við þurfum að gefa þér hvað er þetta? Sjónvarp svona skenk fyrir þig í jólagjöf. Akkur ekki að Stefán er ekki þannig? Segji það. Ætlar að fara að selja þetta merch? Veit það ekki. Mér finnst það svolítið langt síðan platan kom út til að selja það. Já, reyndar. Getur gert áramóta? Já, ég ætla að gera það. Svona þig einan í litlu herbergi. Hann er bara komið fullt af business ideas með þegar við lokaðar inni í einhverjum nokkuð daga. Er það búið að breyta? Það var að gera gott úr þessu, sko. Já, þú er búin að vera positive. Já, ég er búin að vera sem betur fyrir bara eiginlega bara einkennlaus allan tímar, sko. Ok, snilt. Það er gott. Þannig að, ég hefði aldrei fatt að vera með COVID, sko, nema ég tók bara testa óvart. Eða, bara allt í bara, sko. Já, sér strax að því, núna. Nei, ég er ánægður með, sko. Já, þetta er gott, sko. Þannig að ég búin að smita alla, sko. Já, það er svolítið slemt. Þú ert 3 bólusettur eða ekki? Ég er 2 bólusettur. Þú 2 bólusettur, ok. En samt ekki með einn einkenni? Nei, þetta er náttúrulega dempar þetta, sko. Já, nice. Það er bara góða fréttir. Já, rosalega góða fréttir þetta sem við loka ás. Já. Svo góða fréttir þetta. Mjög góða fréttir hérna. Og hvernig, bara með ástæðsorg líka. Já. Hvað segir þið? Nei, ég er að fokki þér hérna. Herri, þá ætlum við ekki bara að sleppa þér? Við ætlum bara að sleppa þér, ertu ekki að horfa á Liverpool? Já, ég held með Liverpool, sko. Já, þeir eru að spila núna. Já, ég er í vinnunni, strákar, ég er að gera lag. Já, það er mikilvægt, Engan tíma í eitthvað svona rugg. Nei. Ég er bara óskaðar góðs gengis með lagið og ég vona að það verði svakalega vel spilað. Þið sjáu það kannski ekki morgunöldur Við fannum first speak. Herru, til hamingju með ammælið. Já, takk fyrir það. Við erum 2 ára. Ég er að gefa ykkur ammæliskeið þegar ég kemst út. Snilt. Sleppir. Herri, það er bara gleðilegt nýtt. Já, það er bara gleðilegt nýtt ár. Gleðilegt nýtt ár. Hafa það gott. Takk fyrir gamla. Sjáumst. Bye. Og við skellum á aftur. Við skellum á. Það er svolítið stemming að standa, sko. Ég verð að segja það er alveg gaman að standa. Ég er reyndar að lóna svolítið sveitt, sko. Já, ég líka. Eina við það að standa Nei, að hringi fólk er að, hvað er maður að horfa? Maður er bara Ég er einmitt að hugsa það. Ég er svona að horfa á þig, myndaðurinn að þig, svo ég horfa ekki að þanga. Ég ætla að horfa bara á mónitorinn, bara að sjá hérna, bara að horfa á mikrofónum. Ég sagði þetta líka eftir Auða, hann að hringdi með hann. Það væri bara að horfa bara. Já, þú varst þetta svolítið skrítin í þig, sko. Ég var bara að horfa á þig, sko. Já, hvað maður að horfa á? Ég bara að horfa á þig og þú er svo sexy. Það er svo skrítið að horfa einar, eins og maður sé að tala við mig. Já. Þá erum við að hringi í Andra Björns. Þá er komið Andra Björns. Ég man ekkert hvað þáttur hann var. Hann kom í jakkafötum. Við gefum allir sérstakt hrós á það sem kom í jakkafötum. Ég ætlaði að byrja að klappa. Nei. Það er skrítið, sko. Hæ? Það er skrítið, sko. Það er bara silence. Ég veit það ekki. Andri. Já, góða kvöldi. Já, góða kvöldi. Hvað segir Kjellin? Ég er bara góður, sko. Hvað er klukkan í Noregi? Hún er 20 mínútur yfir 10. Já, ok, það er alltaf alltaf sent. 1 tíma undan? Já. Já, það er svolítið. Ok. Hvernig ertu búin að hafa í Noregi? Bara fínt, maður. Það er svona, það er alltaf fólkarendur á COVID-19. Já, ok. Annars er þetta bara fínt, sko. Það eru til hamingju 1 million views á einu vídeoi. Já, takk fyrir það. Það er rosalegt. Hvað er eitthvað nýtt? Já, það ekki? Það er mjög gammalt vídeo, en bara komið við. Já, nýkomið 1 million views. Já. Þetta er Johnny, eða ekki? Jú, er það ekki? Jú, það er frábært. Ekki. Loksins. Það var fucking mikið. Af hverju heldur að hafi núna komið 1 million? Náttúrulega, út af hann Suggi horfa eitthvað Já. Er það ekki? Ég sá það, fucking mikið.
það vantaði eitthvað 1000 views og hann gæði það, þannig að það kom bara á núleinu. Hann hefði að gera svona YouTube-vídeó, Watching Johnny with Andri Björns 1000 times. Svona Mr. Beast, sko. Kemur hvert view bara þegar horfur á, bara replay. Já. Í alvörunni? Já. Við þurfum að byrja að gera þetta maður. Já. Segja bara, amma, reyna það skoðaldi í símanum. Bara aftur. Við erum aðeins að fara yfir árið hjá fólki. Hvað var svona skemmtilegt sem gerist á þessu árið fyrir þig? Stór spurning. Vá. Fótboltasumarið. Já. Mér finnst það mjög gaman. Bara að spila fótbolta allt sumar. Farið til Spánar með strákunum. Já, þú náttúrulega skaust til Spánarana. Já, þegar COVID var í lagi. Já. Skaust þangað og það var mjög gaman. Annars, þú veist, gerði það ekki það mikið. Nei. Í rauninni. Út af COVID í rauninni, það var svona ekki sætt að gera. Heldur að fá að koma heim? Það er svo mikið COVID maður. Já, ég er mest bara að vona að ég greinist ekki með COVID, sko. Nei, það verður vesen, sko. Nefnir því ekki. Hvenær ertu að fara að koma heim? Hvenær á þetta? Ég kem heim 3. 3. Er skólinn þá, byrjað þá eða? Ég held að skólinn sé ekki að fara að byrja, sko. Nei, þetta sé bara fjárnámið. Já. Já, hlýtur það. Nei, ég er ekki. Hver það er 800 og eitthvað smitaðir? Nei, ég held... Það var 893 í dag. Já. Ég held að ég líti bara tölunar á gjörgæslu og bara segi bara fuck it. Ég held að það verði... Ég held að þetta verði fjárnám, allavega til að byrja með. Já, hlýtur það. Ég er ekki nenn að því, sko. Nei, það er enginn nenn að því. Andri er nenn að því, hann var að segja það hérna. Samt, jú, síðast önnum, klára hann létt. Já. Fara bara í Fortnite og meðan... Ertu komin aftur í Fortnite? Wow. Fortnite er svo góðulegur. Ándjók, sko. Ég og Einar erum búin að stela staðin senna bak við tjöldin, sko. Shit, sko. Já, ok. Spiderman, maður. Við þarfum að henda einhvern veginn í squats. Já. Ertu góður að? Ég er ágættur, ég kann á það. Ég og Einar tókum dúó kvöld daginn og fengum 2 vinn. Já. Viktor er vel. Við reyndar í 4 tíma. Það er hjúl. Já, ok. Það er hjúl. 4 tíma. Ógeðslega sett. Hvað verður þú fljótur að því? Það fyrir bara eftir leik, sko. Kanski dúó sem það fyrir því bara hvernig, ég veit ekki, það fyrir skapið, sko. Já. Þannig ógeðslega reyður, þá gengur hún vel. Tókstu PlayStation með til Norex? Nei, en ég er með nýja Xbox í hann úti. Ég er búin að standa Fortnite í því. Hann er covered, sko. Hann er covered. Já. Hvernig fór Spotify Wrapped hjá þér? Kanye var nummer 1 hjá mér. Kanye? No. Er það Donda sem var að búst þessu upp? Já, Donda var að spila stórstæðna. Já. Var þá eitt af mest spilaða laginu eitthvað í Donda það? Já, Off the Grid. Off the Grid, Jail. Já. Bara svona basic, sko. Ég veit. Veistu ekki hvað hann er að tala um það? Óli veit ekki hvað það tala um, hann hreistur hausinu hérna. Þetta er bara japanska fyrir mig, sko. Ég hef þetta heyrt þetta Donda dæmi, sko. Já, bara plata. Eftir Donda. Er það ekki eitthvað Heartbeat? Nei, þetta er mammas. Donda. Bara endalaust. Besta lagi á plötunni. Besta lagi á plötunni. Ég hef búin að heyra Hurricane. Addi Kallan Lyrical Genius með þetta. Fækstu annað PlayStation 5 í jólagjöf? Nei, því miður ekki. Það væri next level, sko. Hvað besta jólagjöfin? Það eru voru svo, ég veit, ég geta ekki sagt eitthvað eitt. Nefndu nokkur. Ég fæk svona 18 peysur, leðu. Ég fæk ferðartösku. Já. Þetta er spennandi að vera svona eldri. Já. Þú veist að maður er að eldast þegar maður fær ferðartösku. Já, bara fluttu út, drengur. Alveg, þetta er bara hinn. Hvað er svona líkla fyrir þig? Bara af ekki neinn. Já. Þetta er svona, þetta voru svona mismunandi gjafir, sko. Já, ef núna hefur maður á pening, þá er þetta bara what's the point, sko. Alveg.
Ég bara kaupa sem ég vil og bara Óli svo mikið grind. Sammála. Hvað ertu búin að versla? Ertu búin að versla eitthvað í Noregi? Nei. Noreg eru svo dýr, það er bara Ísland. Já, átrúks. Það er dýrt hérna úti, sko. Þú veist. Hérna það var ég að fá fullt af jólagjöfum, þannig. Já. Bara búin að vera í Gucci búðinni og svona. Já. Já. Hann hangir þar á hverju minnstu. Þú varst náttúrulega með eitthvað Gucci þú komst til okkar, eða ekki? Belti. Já, belti, já. Já, það var alveg. Það er eina sem ég, já. Nó, hvað er svona belti? Hvað er maður að kaupa svona á? Ég veit það, ég fekk það í gjöf, en ég held að það sé 30 skall eða þess. Nó, vá, ok. Ég held að það væri 200 skall eða eitthvað bráða. Nei, vó. Ég er bara aldrei að þykja það. Það er fokkið mitt. Þú veist, ég heyr alltaf sögu eitthvað, það var eitthvað gæi, eitthvað svona rispaði Gucci-belti þannig að hann var eitthvað alltaf að berja hann. Já, alltaf að berja hann. Já, ég held að það væri svo eitthvað dýrt eitthvað. Já, en það finnir. Bara 30 skall. En herri, Andri, við ætlum það að sleppa þér. Yes. Þú ert sloppinn úr yfirreyslu. Já, ertu ekki að horfa á Liverpool? Yes. Jú, ég er að horfa á Liverpool-leikinn. Já. Herri, þá bara gleðilegt nýtt ár. Yes, sem leiðis. Já, farðu vel með þig. Bye. Takk sér. Hann skellti á. Ég ítti að taka hann og hann skellti. How rude. Hvað var þetta í bakgrunn? Herru þetta? Þetta var hann aldrei. Nei, Jú, víst. það er ekki. Nei, hvað var Ég þetta? held það ekki bæjó. Ég held það. Bæjó. Ég veit það ekki, sko. Herri, næsta símdal. Er það Frikki? Ó, Jesus. Svolítið hátt stilt. Erum að lækki þér. Ok. Herri, hvað segir kallinn? Það segir strákar, er þetta ekki tveggja það? Við erum tveggjara. Við erum byrjað að labba. Shit, þér fókir alltaf ungir, ég get ekki að tala ykkur. Nei, þetta er svolítið skrítið, sko. Við ringjum með lögguna. Það væri svo fyndið að við getum áframsett númer. Að ég var að segja, við erum að segja fólki að ringi okkur. Svona ringir okkur og svo áframsendi og breytnið 2. Jesus. Það er svo fyndið, bara ekki, halló. Það er fucking fólki að borga ykkur að skuldna í annars sektir eða eitthvað. Herri, Svo löggur það fokkur það. Frikki, hvað er þú komin í marga þætti á þínu bókasti? 75 í dag. Þú ert alveg komin í 75. Jesus. Já maður. Þú dritur út Þú þáttum. fyrir núna lengur en ég maður, en ég tók yfir ykkur. Það er crazy, sko. Þetta er 50. þáttunum okkar. Númer 50? Já. Á ammælunni líka. Á ammálunni. Við erum með allt planað, sko, eða þannig. Já, þetta var allt planað, alltaf pásuður, allan chill. Já, allt planað. Nei, við vorum einmitt að pæla í þessu, sko. Og það síðast á nummer 25. Þegar vorum ammælist Já. oft. Og svo núna er það 25 þáttum síðar. Þannig Það er pretty cool, sko. þetta er mjög skrítið, sko. Hvernig eru jólinn búin að fara með þig? Þú, ég var sko reikast stundingum með anstæðum. Hvað sagðirðu? Það er markmið ykkar eftir þetta. Þú veist, þeir eru komið 50 þætti núna. Fá 100. What's in the future? 100 þættir. Og ætla, þú veist, breyti ykkur, ætla að go harder. Við náttúrulega- Eitthvað nakin allt í einu þætti eða eitthvað. Já, það er akkurat planið sem við erum búin að plana. Nei, það er alltaf nýtt stúdíu og ný jakkaföt og allt það. Þetta er alltaf breytast. Fuck já, maður. Öllu bleiku eða eitthvað. Já, einmitt. Ég er þetta komin í annan lit. Ég er komin í, hvað kallast þetta? Þetta kallast uppbót. Ég veit ekki hvað Þú þetta veist, það er kallast. ekki skrítið að hafa þetta í símunum bara. Ég er bara með AirPods, ég er bara ekki lappandi núna. Já, einmitt. Ertu labbandi? Ég er að vikja arbegur. Já. Við Hvað er þetta að fara? Það er bara heima þessir. Ég var bara út að lappa og ég var að koma heim. Ég sagði ekki, ég er að slökka símunum. Já, einmitt. Já, helst lígi, þú bara horfðir á þetta. Æ, neins ekki neitt. Ég er nokkað, hvað er þetta fucking ljóta númer, maður? Hvor af ykkur ringt í mér? Ég seifa bara sem 2 ferðar. Það var Óli. Óli, alright. Ég hringdi, sko. The better felli? I don't know. Já, það er betur fæli. The better felly, sko. Hvor myndi vinna í Street Fight á ykkur? Ég. Street fight. Ég hefði allan daginn býta bara eina, sko. Ég er bæði hraðari og sterkari. Já, þannig þú er sterkari. Já. Hvað segir það? Arbegjörnar Það segir ekki neitt. og uppbyggingar. Oh segir ekki shit, varst þú í arbyggjum kemni í svona skólavisti? Já. Nei, það kosti ekki inn í Hvað var skólavisti. metið? Ha? Hvað metið þitt með? Ég veit það ekki. Ég var ekki í skólaversti. 5,5 arbeið. Ég tók það. Ég hefði samt alveg verið heldur góður í brautinu held ég. Já, trúlega. Einar er mjög góður að flýja, sérstaklega street fight. Ég meina Blue Monkey? Nei, hvað er þetta? Já, Já, Blue Ninja. Blue Ninja.
Ég var reynda gíslið sko, ég var tekin. Já, einu var tekin í raskat og lamin, fake lamin með priki. Já, samt næstu alveg lamin sko, munar litlu. Hvernig jólinn búin að fara með þig? Jólinn, hún fokkin allt og fljótt eitthvað. Já, gaur, það er bara áramót bara hvað? Föstudaginn? Já. Jesus. Já, ég var bara að vinna allan tíman sko, en ég svona, þú veist bara, hafði jólinn fór að svo fór að vinna. Já, mitt. Það er money. Hvað er money sko? Money. Já, hvernig við getum þetta samt pening? Já, hvenær ertu að byrja? Óli, hann... Sorry, hvað sorry? Ég segi bara Óli, hann alltaf meira money. Nei, við vorum að skoða myndal sem langar í, hún kostar 800 skall. Nice. Með langar í hana sko. Við erum báðið pælið að kaupa okkur hana þegar við fyrir til New York næsta ári. Nei. Ég fæ með myndal sem kostar 250, hún er alveg nógu góð. Já. Af því ég ætla bara að nota hana til að taka myndir, þannig að akkur það er svona mikið videospeks. Nei, mitt. Væri, þetta snýst ekki mig hérna. Upgrades, nice. Ha? I'm into it sko, alveg upgrades. Já. Það er gaman að kaupa nýja græði sko. Já, græður sko. Hvenær fer kallinn á uppkast? Herru, það er fyrir fyrstu sem fá að heyra, ég veit ekki hvað því sé verið að gera. Það var annar fyrirtæki að koma í sambandum. Já. Þannig að ég ætla að fara að funda með þeim fyrst og see what happens. Og hvað fyrirtæki? Það var ekki sko. Nú? Máttu segja hvað fyrirtæki? Sem heitir, fara á Instagram, hann heitir Davíð Góði. Ég hef heyrt um hann, veit hvað er. Já, hann á fyrirtæki sem er svona svipos og snjókarni gerir, frá framkvæmni efni og svona. Já. Og hann byrjaði actually podcastið með Egilsvorur. Já, hann var að follow mig á TikTok. Tækar í viðtalum það, ég ætla ekki að leika sko. Já, það er alveg pæling sko. Hvað var hann að gera, segir þú? Hann er sem sagt, hann byrjaði með Egilsvorunum, þeir voru þrjú, hann var með stúdíóið og á því equipment fyrst. Einmitt. Já, og hann bara eitthvað veist gett vel með á mig, hann er sem að fara í fund og see what happens. Ok, cool. Nice, hljóma vel. Gekkja. Til hamingju. Thanks bro. Það eru allir að grípa í þig. Já maður. Næst er bara Netflix. Alla daga. Næst er Netflix bara. Eða bara Spotify sjálft, bara svo Joe Rogan. Ok, hafið þið ekki pælt í þessu svo að bara í framtíðinni þið búið því kvikmyndi eða eitthvað alveg Jú. Crazy shit. Það er mitt dream job að vinna við kvikmyndagerð í útlöndum. Sérstaklega New York eða London. Okkur talar svona? Af því ég tala alltaf svona, ég er í álurinn með svona djúpa rödd. Þetta er bara aðstæðlega rödd. Þetta er svona your radio voice. Hello guys. Góðum bæst að daginn verið velkomið í nýtt hlaðvarp. Ertu að horfa á Liverpool? Fuck Liverpool, ég horf ekki fótbolta. Það er gott. Ég horf ekki fótbolta heldur. Manstu ekki, ég klippti, þú klipptir. Klippti? Þannig að klipp úr podcastinu sem sagði hann hataði fótbolta. Já, vá, ég er heilandur. Oh shit. You got me. Þannig að, varstu ekki handbolta eina? Jú. Ertu það að fylgja eitthvað fótbolta? Nei, ég veit alveg fullt fótbolta en ég horf ekki, ég tek ekki sérstaklega tíma til að orða það sko. Ég er svo mikið nördi, ég var alltaf bara klætt í svona fótboltaspil en ég fíla ekki þessu leikir. Já, same sko. Já, okkur. Same. Eina gaf með Ronaldo í gulli. Maður. Við býttum. Þetta er alltaf 10 skallunum eða eitthvað. Í alvörinni? Já. Í alvörinni? Nei, ég veit ekki. 10 skall? Eitthvað, ég manna ekki. Ég trúi ekki. Ég átti eitthvað 3 í silver sko. En herri, ef ekki bara að fara að sleppa þér? Þú var að sleppa ketunum, sleppa nú lausum. Hvað er að fara að gera núna? Hver mestur? Við verum að peppa næsta gæst. Við erum búin með Ólaf Darra, Sigurð Pétur og Inga Bauer, Andra Björns, já. Og við erum að fara að ringi í báða Villana. Já, Villa Junior, Villa Netto. Og einhverja bara. Þetta er bara fun. Við erum að fara að prankcalla fólk. Já, prankcalla löguna. Ringi með einn tveir, góðan besta daginn, komin í við tveir spillar. Það var geðvitt það var geðvitt þáttur ef allt í einu þið náðu bara að prankast þetta fólk og allt þetta fræga fólk. Fyrir fréttina, allt verið brjálaður. Takk hérlega fyrir að koma hérna. Takk fyrir að hafa mig, strákar. Já, það var gott. Já. Hann skellti á okkur. Heyrðu þetta, dónar. Það verður næsta. Alrighty, Hattie Paddy. Það verður hringið Hattabata. Komið á honum. Ég var búinn að gleyma alltaf með hringið hann sko. Hei. Hættu þessu. Getur þú það? Halló. Já, góðan daginn. Já, sæl. Þetta er ekki Hattie Paddy?
Ég er svakalur fan. Er þetta Miles Morales? Er þetta Miles Morales? Spiderman? Nei, bróðir hans. Þú veist hver erum það ekki? Halló? Óli, hvað er það að gera? Ég er bara að spyrja. Þú veist að þetta er 2 fellar ekki? Hvað segir þú? Ég heyri ekki orðaði sem ég segir, sko. Heyrðu ekki í okkur? En ég hör alveg upp magnu. Halló? Já, halló. Hatti, ef þú hætti að stríða okkur, Óli er að fyrir út í það. Halló? Halló? Er þetta Hattibarni? Ég er ekki viss og ég þarf ekki að segja það. Halló? Þetta er bara Hatti, ég veit ekki. Þetta fokkja okkur hérna. Hvað er að gera það? Gera það fokki hverjum, ég er hættur að botna í þessu. Í hvernig ætlaði að hringja við þér? Veitum hvað það fokk. Þetta var double checka. Spurning símanum við það. Hver er þetta? Hver? Ég heiti Hatti. Já. Hafsteinn. Já, við ætlum að hringja þig, eða ekki? Ég er ekki hugmynd. Ertu ekki að fara til vina þíns? Er ég að fara til vinar minns? Hefur þú farið í hlaðvarpsveitin til þetta fyndið, til þetta steikt maður? Ég hef aldrei farið í neitt hlaðvarp. Hvað er þetta að bylla þér? Hvað meina? Þá hringjum við bara aftur sérna og þú hringir eða þetta er Hatti. Ég gera það. Ok. Þetta hljómar svo alveg að Hatti. Skjölda á. Já, bless. What the fuck? What the actual fuck? Þetta er bara Hatti að stríða. Já, ok. Skrifa að senda hann á Instagram. Númer hans, spyrja númeri. Já. Djúið er þetta skrítið maður. Shit, hvað hann tók okkur raskandi ef þetta er hans ekki. Þetta var ekki viss, ég hata svona sko. Þetta er hann. Er þetta saman númeri? Ég veit ekki, tjekka það. Shit, hvað er þetta ráðfæðilega? 695 1855. Holy shit, þetta er ekki saman númeri. Þetta var ekki ráðfæðilega. Ok, við skulum hafa þetta inni sko. Kjaftaði. Ok, what the fuck? Nei. Þetta hlýtur á símanúmeri hjá einhverjum sem hann þekkir. Sælir. Halló. Halló. Þetta er Hattipattið ekki? Þetta er handskoti. Hæ? Hver heldur þetta sé? Vorum við að hringið áðan? Hæ? Vorum við að hringið áðan? Vorum við að hringið mig áðan? Já. Strákar, er þetta ekki þið strákar minni? Jú, gæir, ég er ekki að djóka. Við vorum að hringi Hattapatta í símaskránu minni og við vorum að tala um henni í góðar 3 mínútur og hann var alltaf að segja, hver er þetta? Hann skildi ekkert í okkur, sko. Þetta var allt annað gæi. Djúðallar, Já, býttu eftir að menna þessi annað gæi sem heitir Hattipatti. Nei, hann er í símaskránu minni. Við heldum að þetta varst ekki, við heldum að vera að stríða okkur. Já, gæir, við heldum að þú er að stríða okkur. Gaf ég ykkur vitlaust númer? Nei, ég er bara með vitlaust númer í símaskránu. Óli með ykkur vitlaust númer. Fokka það. Já, this sounds like a you problem, sko. Já, gæir, en hann hljóma alveg eins og þú. Bara eitthvað óklætt í prest, sko. Var það bara hljómanum sem ég bara depressed? Já, ég var bara eitthvað, veist í energy maður, hvað er í gangi, sko? Já, það er nefnilega leyndamáli, sko. Þótt að maður hljómar með mikið energy, þetta er allt bara helvítið skrýma, strákar. Já. Þessi gæði, sko, Jesus maður, ég held að þú er að fokkja okkur feitt, sko. Þið eru ekki grínast, þið bara heyrðið í ykkur gæja. Eða hlusta bara á þáttinn sem kemur örgulega morgun eða hérna eitthvað. Ég skal gefa það númeri, hans. Ef ég við spyrum alltaf, er þetta ekki Hatti? Hann sagði, jú, ég heiti Hatti. Og maður alltaf, Hvað er, Já. Ég kann að segja mér að hringja hérna gæja. Nei. Þú hlusta bara þáttinn og séð þetta. Shit, hvað þetta myndir maður. Strákar, hvað, akkur er að hringja í mér svona seint? Vitið ekki að það er jól? Þú varst að vinna, gamli. Já, það er ég. Já, einmitt. Þannig að ég hefði hringt fyrir. Og nú vil maður bara fara heim og fá sér bjór og þeir eru að trufla mig. Afsaki. Ég er að djóka. Hann er að grínast. Ertu í bíl, eða? Mjög vænt. Hvað segir þið? Ertu að keyra? Ég er að keyra. Ég var á leiðinni úr vinnunni. Já. Ekki ætla ég að hoppjóli heim. Nei. En hvað segir þið? Ert þú ekki að tala fyrir Spiderman núna næst? Heldur Pétur. Það er ekkert annað. Það er fucking geggjað. Þetta lúkka vel, sko. Ég tók trailerinn í Studio Sýrlandi og það var bara stemming, sko. Byrju, Svo bara
Færð þú þá að sjá myndina undan öllum öðrum? Þú er náttúrulega að tala um hana. Ég hræddur það. Þú sendir linka með það, ekki? Link? Ég fæ ekki til link. Ég verð bara í vinnunni Nei. að tala. Þú tekur það upp, Þú tekur það upp, Addi. Já, þeir eru, sko ég fæ, er þetta ekki Sony, mun þeir ekki bara stefna mér í drast? Jú, þeir mun kæra í shit, sko. Þeir mun bara henda þér á brú, sko. Já, ég er lítið strákur og ég kæri mig ekki að láta kæra mig. Nei, mitt. Það er ekki, þú er búin að brenna það á þessu svo oft. Ég er bara að reyna að sækja hennar bóka eins og hver annar maður hér á þessu landi. Herru, þú ert eini gestur sem með part 1 og part 2 hjá okkur. Það er rétt. Þetta var líka svo rosalegt viðtal. Ég mann þegar við vorum búinir að þessu, já bara, hvað eru búin að vera lengi? Það var eitthvað, 3 tímar, hæ? Þetta var svo akalegt, sko. Já, ég lagði allt á borðið þarna, sko. Nei, já, og þið stoppuðum mig ekkert, sko. Tókum okkur eina pásu hérna. Þetta þýndal ekki eins langt, samt. Jú, við erum með stóla hérna, sko. Það reyndar ekki, þá erum við standandi í alvörinni. Já, en þetta er fyrst sem við stundum. Já, ok, er þetta svona new wave? Já, þú veist, það er ammælistáttur, það þýðir ekki að sitja það þú verður latur. Já, þetta er standandi partí, þetta er svona puttamandapartí. Allir í jakkafötum og stemming, sko. Já, þú ekki í jakkafötum, Haddi? Herru, ég er reyndar ekki í jakkafötum, ég er í dúnúlpu og leggings. En ég held að það sé bara rosa sík meðan við marga aðra, sko. Einmitt. Herru, hvað var svona highlight of the year hjá þér? Highlight of the year? Herru, ég fór til Ítalíu núna. Bara daginn og það var stemming, sko. Maður var skíða. Já, sæll. Það var one of the greats af árunni, sko. Svo var það one euro beer party á Tene, maður. Já. Í sumar. En ætla að sé ekki bara, að fara í viðtalið til ykkar. Já. Það er ekki bara svolítið... Einmitt utanlandsferðin og hlaðarpið Tveifélagar. Já, það er sko heiður að vera gestur á þessu hlaðvarpi. Já, þetta er ekkert smá gott varp, sko. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Náttúrulega bara heiður að fá þig í það. Já, það er heiður að heyri ykkur aftur. Já, auðvitað. Við hugsaum þig fyrst, sko. Þegar við vorum að ákveða fólk. Nei, strókar, ég hugsaði ykkur 2 á dag. Já, ég líka, sko. Ég hugsaði mig 2 á dag. Já. Ég hugsaði mig. Mikið eigum við mikla samleið, strókar. 3 fellar, ég er að segja 3 fellar. Já, 3 fellar. It's happening 2022. En ég er allir skeptikul, sko, hvort þessi bara tala við rétta hattapatta, sko. Við erum núna að tala við rétta hattapatta. Þú ert að tala við, þetta er ég! Ok, gæinn á hann, ég var bara hræddur við það, sko. Hann var ekki svo reiður, sko. Hver ringdi hvern? Óli ringdi í hattapatti í símaskónu sinni og það held að vera þú. Og það var bara eitthvað allt annað gaur. Ég held fyrst að ég hefði bara farið á já.is og skrifa hattapatti. Ég veit ekki hvað ég fekk þetta númer, sko. Ertu búinn að skipta númer eða? Nei, þetta er bara sama gamla góða númeri. Já, hvað segjum við að þú? Hvernig gaf ég þið númerið mitt? Ég veit, ég held að ég hef bara farið á já.is, sko. Nei, ég held að sendur okkur það þegar þú náðast að koma til okkar. Strákar, ég hef það? You set us up, sko. Nei, ég veit það ekki. Andjóks, ég gefið ekki verka vissust númer. Þú voru ekki vilja að gefa rétta númeri, það sett bara einhvern annan hatta. Já, ég er svo... Já, þetta var þannig annar hatti. Já. Hann bara, ég heiti Hatti, hvað er í gangi? Þá var ég ekkert að reyna að setja tósa neitt held ég, sko. Nei. Algjör, partur. Herru, fyrst ekki Spotify Rap eða? Sekk ég? Já. Jú, akkur. Ég er bara að spyrja hvað var lagið þitt á árinu 2021? Ég fann það ekki, maður. Þetta er gott hlaðvarpina þegar alltaf ekki með hljóð. Þegar maður skoðar playlistan, er þá fyrsta lagi á playlistanum sem hún hlusta mest á? Já. Það Lithium með Odd Mob. Já. Heldur það að passi? Ef þið hafið ekki heyrt það lag, það er sko, ekki er ég í hörðum efnum, strákar, og þið vitið það vel. Ég veit nú ekki hvað Óli gerir helgar, en ég býstu að þið eru nú ekki á hörðum efnum sjálfur. Ég veit engi hvað ég gerir helgar. En Lithium með Odd Mob, það kemur mann í gýrin, sko. Já, það er bara eins og ketamin í bossa, sko. Ok. Já, við þurfum að, herru, kom ekki nýtt lag út til þér í ár? Hjá mér? Kebab Boys. Jú, Kebab Boys gáði út lag í sumar, í lok sumars, heitir Þegar þú kemur heim. Já. It's a baby banger. Þannig vannmeti lag, einhvað sér. Það er ekkert búin að fara að gigga
Nei, maður ekkert að gigga núna. Nei, 890 smitt, ekki nema. Herru, ég vil ekki tala þessa tölu, sko. Ég alltaf til að tala tölu við ykkur Stonks Boys, en ég vil ekki tala þessa tölu, sko. Nei, einmitt. Það þú dreifur svo allir, það ekki? Það byrjaði allt á hattapatta, koronavíran. Ég patient 0 á COVID, ég fekk mér þessa, leðurblöðisúpu. Ég vissi það. Já, töluðum við ekki það? Jú, ég held það, sko. Við köttum allir bara út. Já, jú. Þú komst með það to go, sko. Og margt á gráða svæði hérna í sem þetta, sko. Já, alltaf mikið, sko. Hvað það? Ég man ekki eftir því. Það var alltaf mikið. Við vorum bara í flippinu, sko. Já. Herðu, þá segjum við bara takk fyrir að heyra okkur. Já, við ætlum að hleypa þér í villtra vestrið. Já, ég að fara að mála bæinn rauðan í kvöld. Já, herðu, bara góða skemmtun. Herðu, takk strákar mínir og til hamingju með afmælið. Já, takk hérlega. Og gleðileg jól. Gleðileg jól og gleðileg nýtt ár. Og farsælt komandi ár. Já, líka það. Við sjáumst. Góða nótt. Og góða nótt. Já, góða nótt. Dreymið þið vel. Skellt á hann. Ég skell á hann. Ekki skell á mig. Ég skell á hann. Þetta er geggja. Hattir alltaf ekki, hvaða rugl var þetta samt? Ég þarf að breyta númerinu strax, sko. Þetta sé líka í þessum síma. Holy shit. Þetta er líka í þessum síma. Já, herðu, byrj með þetta. Fuck, what the fuck, sko. Þetta var scary. Þetta fer inn í þáttið samt, sko. Já, fuck. Ég hætti að tala, sko. Við gerum bara prank call, sko. Ég syngdi fyrir einhvern handapatta. Svo, handapatta hérna. Já. Jeez, ég þarf að breyta þessum tengili, sko. Oh my god. Herðu, fyrir mig næsta. Þetta ekki hringi annars rétt að vilja djúna, eða? Já, góðan blessan daginn, þú varst að vinna nýtt ferðaklósett. Nei, þið. Í alvörinni, nú getur við farið út allt á klósettinu. Í boði FM 957. Ég vil líka vel að bara. Þetta í beinni, eða? Já, þetta er beinni. Já, ekki beinni. Má koma óskalag? Já, þú mátt koma með eitt óskalag. Aumingi með bónuspoka með Dóttar Gunna. Við hendum í það. Geir, það er enda heldur gott lag. Það er fucking gott lag. Já, það er rosalegt lag. Hvernig fór ferðin? Ferðin? Já, áðan, klósettferðin. Já, herðu, hún endaði í algjöru vissinni. Algjöru? Varst það Kenny, maður? Hvað segirðu? Varst það Kenny, kannski? Það er ekki Kenny á Akureyri. Nei, ég veit ekki hvort ég að segja það, en ég var á með Dominos. Já, það er bara alvöru. Fagna þriðjudegi. Fagna afmæli 2 ferða. Já, algjörlega. Var það ekki annars? Jú. Já, mitt. Klósett er bara stíplað í góðan klukktíma. Það er hægt að með þetta klósett. Eða með 2. Einn og 2. Hafði ekki séð hann á TikToki þessi gæinn hann að vikta sig áður en að fyrir að skýta eftir að vera þingri. Nei, það? Já, hann borðaði kúkinn. Jésús, þessu skrítið krakki, sko. Þetta er það sem Óli sér á TikTok, sko. Þetta er fyrir YouPage hans. Þetta er svo gott, sko. Þetta er svo gott. Já, ég meina, þú veist, ef maður myndi borða Dominos-pizza og myndi bara, þú veist, teflaði páan í bala, þá getur maður bara elda pizzan aftur. Það smakst alveg vel og leiðin út líka, sko. Já. Inn og út. En hvernig var jólamandurinn? Ekki var Dominos líka þá? Jú. Jú, Dominos í jóli. Nei, hann var góður. Var það hryggur eða? Já, ég held það. Þetta er svona... Þetta er allt blurry. Þetta er allt blurry, þú veist ekki hvað var í matur? Nei, það var eitthvað svona svínashryggur. Já, hryggur. Já, hamburgarhryggur. Já, hamburgarhryggurinn. Það er bara svona leys. Já. Fórstu bara í food coma? Hvað segirðu? Fórstu bara í food coma eins og ykkur hafa lamið bara? Já, þú veist, ég ít svo lítið mat, maður. Ég bara borða það sem er fyrir fram með mér, maður. Já. Það er ekki að vita innihaldslýsingarnar, en þú veist, jú. En herru, við erum búin að reyna að fá þig þetta vit í podcastu okkar núna í 2 ár. Næstu í. Næstu í segja það. Já, ég meina, já, svona ándjóks, það. En við náttúrulega hefum búið til Iconic Live og allt svolítið. Já, náttúrulega þetta live, það var klikkað. Þetta skræst, hvað segir maður, skráist. Þetta fer í bækunar, sko. Já, þetta fer í bækunar, sko, 100%. Þú er búinn að vera einn erfiðasti gestur til að fá fyrir utan Auðablöða. Já, býtur hann að mæta það? Nei, við höfum verið að tala við hann since day one. Já, no joke, sko. Andjóks. Hann sagði já við okkur árið 2019. Og ekki að það komið. Ég er svo stælarinn í honum. Og svo eignast hann barn og svo annar barn. Já. Þannig við erum eiginlega bara hættir að senda á hann, sko.
Já. Það var orðilega okkur, hann svaraði alltaf en það var alltaf eitthvað svona. Já. Hautin alltaf meistari sko. En við tókum hann í viðtal gegnum síma í 6 mínútur. Já, síðast afmælisdag. Já. Núna? Nei, síðasta. Það eru kattið mér fyrir ári sko. Já, náttúrulega hefur átt ykkur að því sko. Ég næ ekki að halda einbendingu í að hlusta á þætti sko. Nei. Ég þarf alltaf að vera með eitthvað til að fikta og það bara dregur alla athygli frá sko. Já, einmitt. Hvað áttu ennþá fidget spinner eða? Nei, herðu, ég fekk eitthvað kubb í jólagjöf, þetta er eitthvað svona... Fidget cube? Já, ég held það. Það er geggjað sko. Eða svona bók? Eins og bók? Nei, þetta er ekki bók sko, þetta er svona kubb svona sem er svona völundarhús og eitthvað. Það er kúla inn í þessu. Já, þetta er geggjað spil sko. Ef þið eru ennþá að taka upp þættina, hérna, Vili, þannig að frukast, þá ættir að fara í völundarhús. Mér langar að sjá þig í völundarhúsi. Herru, ef við ekki 3 að kýla það? Hvað er völundarhús? Við tökum tíma, hvað er lengi? Gauðir, mér langar að segja í útland, í eitthvað svona humongous völundarhús. Gauðir, við myndum deginni, við erum allir svo heimskir sko, að það er ekki eðalegt. Svona sem Harry Potter, gauðir. Já, huge bara. Já, ég myndi nú bara drepast þar sko, ég geti ekki björg. Ég myndi setjast niður og væla strax sko, ég myndi bara... Það er Domino's pizza í miðjunni. Wow. Það myndi ég náttúrulega bara æði í gegn sko. Það er bara gegnir runna. Það er gegnir runna sko. Já, ég meina, þú veist, nú er maður frá Akureyri, ef það var einn kennifatta þarna, þá myndi ég gera hvað sem er sko. Við erum bara að tala um í útlöndum hérna sko. Hvað séu við? Bara á Akureyri sko. Já, ég er svo smálmáttur, allt á kafi hérna maður og... Já, það er alltaf snjóð ekki. Eru þið byrjað að skíða? Skíða? Ég fer ekki að skíða maður, ég þori því ekki. Herru, Matti er þetta á skíðum? Nei. Er byrjuð skíði í þarna, hvað heitir þetta fjall hjá okkur? Þarna, Byrjuð ekki Akureyri kalli? Þú varst að koma meira í djúpa skíða. Er þetta ekki Akrafjall? Hann er fake. Nei. Hvað heitir það? Nei, býtu, wow. Vilja Junior Casual sko. Bláfjöll. Nei, Hlíðafjall. Já, Hlíðafjall. Jesus, hvað það er? Veistu hvað mamma þín heitir það? Já, Brynja, eins og Brynjus. Já, það er alltaf kafið snjó, Matti var myndið að senda mig. Mér langar svo að skíði maður, Já, ég þóri ekki að skíða maður, ég skemmtilega saga sko, ég fór hann í bekki að fara einhver tímann. Og týndist þig? Nei, sko, ég rændi þotur á þessum félagum mínum og það rændi mig niður ótrúna brekk og stuttræmabólum. Já. Grapaði mér handlegginn og nefndi síðan ekki að lappa upp. Og hvað svo? Það var bara náðið þyrlið, hvað gerði? Nei, ég sat á það niður í smá stund og orðið var kallt. Já, þetta var allt út í köglum og ykkur vesinni maður. Það er svo gott sko. Þú hættir á skíðum af því þú varst að rassa þetta. Já, þetta er líka sorglega við þetta gerðist bara í 9. bekk sko. Þetta er ekki langt síðan sko. Og ég hef aldrei farið á skíði fyrir mig eftir það sko. Ég myndi að sitja niður djöðlan ekki lapp upp í stuttum og ból. Við verðum að fæði viðtal kallinu það, Jesus. Nei, ég á hennar ból ennþá sko, hann er samt úr hann aðeins svo lítill með öllur út í götum. Mér langar að vera hann og þú bara ekki Ég bara gleymi ekki hvað, það var kallað eitthvað með ótt ekki renna það. Oh shit. Ég ætti að vera að byrja eitthvað snjóflóð eða eitthvað. Shit maður, ég þarf að sittast niður, við erum standandi í podcast sko, við erum að... Já. Við erum nýri íbúð og það er ekki stólar hérna sko. Þannig við okkur bara að standa og það bergmar allt og það er allt vonlaust. Þetta gengur. Viljið þið voru að koma að hjálpa okkur sko. Já, það er ekkert mál, ég er bara mæti hérna. Bara við býðum tökum svo mikið þessu okkur politics, já, það er ekkert mál. Það er ekki mál straka minn. Ég get verið flottir hann í miðflokknum, nei, hann er. Þeir eru reyna að ráa kjötið, er það ekki gott eða? Ég er enda eftir að smaka það. Fá reitt ráan og akinn, hæ? Wow, ég er bara að selja hann. Já, þú verður að testa eitt svoleið sko. Herri, hvað er svona highlight á því fyrir þig? Highlight? Já. Highlight á hverju? Bara hvað... Instagramið. Hvað er svona mest sem var best við 2021? Já. Þú veist highlightið? Highlightið maður, herðu. Já, þú er náttúrulega ekki ensku maður. Nei, guð mig góður. Ég bara, highlightið það ekki vasuljósið? Nei, það er flashlight. Það er flashlight.
Já. Highlight er bara Það að horfa á þetta. Veistu hvað airplane er? Airplane? Já. Úf. Jú, það er loft. Viljum. Nei, ég... Hætt að fólk í okkur Það er flugvél í Nei, kallum ég er ekki... Það er flugvél í kallum minn. Já, plane já, flugvél já. Herri, hvað er það besta árið fyrir þér? Besta við árið? Þetta er náttúrulega ekki búið að vera besta ár, sko. Nei, sko, þetta árið er bara búið að vera einhverju móði hjá mér, sko. Ég er bara mann ekkert eftir, svo. Já, þetta er fútkoma hérna, Dominos og Kenny, sko. Já, Dominos og Kenny er búin að eitra eitthvað fyrir mig, maður. Það er bara að sýnda eitthvað, þú veist, svona efni, er ekki sett svona efni svo viljið vera addicted? Nei, það er Pepsi Max. Já, Pepsi Max, já. Það er að vera. Strauja smá kókaín í kjúklingina og hvað, þú sé, það er bara... Sprauta aðeins inn í, sko, þess að þetta svona juicy, sko. Já, þetta er náttúrulega ekkert eðlilegt, sko. Þegar ég fór til Reykjavík daginn, ég geti verið sumar eða eitthvað. Já. Ég fór að kenna í alla dagana, sko. Já. Djöfittir maður, þú alveg skrúar og grúð. Við ætlum að taka fullt af TikTok með þér, svo varstu bara farin. Já. Já, herru, ég sendi á okkur sama dag og ég fór, sko. Þú veist, það var böllu á því sem sko, já, læknirinn sem sagt hætti bara við tíma minn. Já, kikið. Beilið hann á þig? Já, hann vissi hver ég var og bara, herru. Þessi ykkur, ekki sénd, sko. Ég veikur. Hvað er það tannlæknir eða hvernig er læknir? Bara læknir? Nei, þetta var eitthvað svona auglæknir, já, og það verður með eitthvað gleru. Já, meinar. Það er ekkert annað. Það er ekki að fá þér svona, hvað heitir þessi gleru, þannig að þessi flottu hann að... Ray-Bans? Nei, þetta er svona eitthvað stór, eitthvað Viper, eitthvað... Já, Pit Vipers. Það er bara einn svona við hliðina með núna, sko. Já, sæll. En herri, þú er með Spotify eða ekki? Jú. Hvað var mest hlustað lagið? Herru, það var hérna, jú, Læta slæta með Prins Pólo. Já, ekki. Læta slæta. Digit. Varstu ánægð með rappið? Hvað segirðu? Varstu ánægð með rap playlistæðin? Nei, ég bara, nei. Þú veist, lögin sem ég hlusta á, sko, guðum og góður. Annarkvort er þetta bara algjör kransastífla eða bara eitthvað svona barnadótur í, sko, Kalla þakkinu og eitthvað svona, sko. Já, mitt. Bara alveg í skítunni, sko. Kalla þakkinu og Bubbi og Skúter, þeir eru að gera hérna playlista, sko. Já, mitt, sko, það er geggja kombo, sko, ég verði til að sjá það á alla, hans við því. Já, ég myndi drepa mann fyrir að sjá fara tónleika með þeim þremur, sko. Mitt, sko. Sérstaklega Kalla þakkinu, sko. Já, wow. Sveppa bara. Já, Sveppi myndi koma þann út úr loftinu með einhver rosalegt bara þunga rockslagana, bara allt út í reyk og... Það var í geggja. Mér eftir sketsinum hann í Steipustöðinu sem Kalla þakkinu og Regnir Spatt með hann sögu. Já. Og svo var hann strákurinn hann Pappispjessin. Já. Iconic, sko. Pappispjessin að hennar. Ekki Kalli bara. Hvað fenguðu jólagjöf, strákar? Ég fekk skó og jakkaföt. Já, ég líka, jakkaföt. Já, náttúrulega, þið er náttúrulega alltaf í jakkafutum, sko, þeir eru bara svo dressmann-auglýsingar, sko. Auðvitað, sko. Já, við erum bara... Skil ekki hvernig við erum ekki búin að fá spons frá Dressmann, sko. Við þurfum að taka upp nýtt setup. Við erum svona, vera með hérna, hvað heitir þetta? Svona hlaupavélar. Vera á hlaup, svona... Já, þá er ég átt, sko. Akkur. Hlaupavélar? Hefur ekki séð hana Eurovision, það sem var í jakkafutum á hlaupabretti? Já, ég er ekki verið að gera það, sko. Hvað ætlið bara að taka spjall bara við Guðna til að há, bara hlaupandi bara? Ok, það var geggja nett. Hefur ekki séð gæðin á TikTok sem svona fake hlaupur? Jú. Ég er að gera það núna. Ég geta ekki verið. Þetta er ég búin að æfa mig heilviti lengi. Ég ætla að hendi það eitt annað þessu rosalega TikTok, sko. Þú hendur ég þannig? Já, verið í boratskílunni og rosalega hlaup. Það er ekki. Herru, þá ætlum við bara að kveðja þig. Þú maður sleppa að lausum út í náttúruna. Hvað er þú út í náttúruna? Herru, takk hjá alveg fyrir að koma í podcasti loksins. Já, og gangið vel á skíðum í Hlíðarfjalli. Já, ég sjáum til með það. Ég hlakka til að heyra næstu sögu. Já. Hlakka bara til að fá það í hlaðvarpið, í persónu. Já, ég mæti 100%. Ég held ég komið þarna í suður í janúar eða febrúar. Já, það var bara 100% nelt, sko. Við erum báðir aldrei farin að dáta hvort sér til í alvörunni.
Ég hef hitt hann alltaf. Ég er ekki viss hvort þú sért bara einhver 50 ára gamall katt út í bæ. Ég hitt hann á Akinu maður, ég veit alveg hver þetta er. Þú veist þessi saman maður sem að tala við núna? Nei, Einn er ekki með proof. Herri, þá bara takk fyrir og við sjáumst. ekki máli strákar. Og gleðilegt nýtt ár. Heyrumst. Sömuleiðis. Bye. Bye. 13 mínútur. Þetta var 13 mínútur. Djöfull getur hann fyndið maður. Þessi saga sem að það var alveg killer. Ég ándjóks, ég dónast í að hlátur sko. Ég fór ándjóks næst í að gráta sko. Herru, þá sko eru öll símtölun búin. Öll símtölun? Nema sérst Will Neto og kannski þetta Íslandingaði sem koma. Will Neto hringir í okkur einhvern tíma svo pæsli í þessu viðtali. Og það verður bara skemmtilegt að heyra frá honum. Já, það er hann Willi Neto. Dælir. Ég var að byrja að taka upp sko. Já, ok. Hvað segir gott? Bara fínt sko, ég er að gera Lego heima. Lego? Gekja. Kjell er bara mættur í Lego, hvernig Lego set er þetta? Þetta er Lego Architecture Tokyo. Hvað var það jólagjöf eða? Já, þetta var jólagjöf sko. Hvað er margir kubbar? Shit. Stendur það einhvers staðar? Stendur á kassunum, held ég. 2151 kubbar. Já, sæll. Damn. Það er ekkert annað. Það er bara ekkert annað sko. Þetta er Lego Architecture sko, þetta er bara big boys. Áttu mikið Lego eða? Nei, reyndar ekki lengur sko, ég átti þegar að vera krakki. Svo náttúrulega bara, þú veist, er ég búin að vera að flytja svo mikið með náminu og eitthvað svona, þannig að maður vill hafa lítið með sér og það er ekki alveg hentugt að vera að drasla Lego milli landa. Nei. Hvað varst að læra úti? Ég var í Köpen. Í leiklistarnámi. Já. Yes sir. Talar dönsku bara fluent? Ja, min danska kan godt være rigtig god. Rigtig god? Tror jeg. Rigtig god. Já. Við erum nú báðið stúdent dönsku. Já, við erum báðið búið með dönskuna. Já, búið með dönskuna. Ég hef aldrei verið að fegin. Já, en það eru náttúrulega flestir sem klára dönskuna þannig. Já, mitt. Ég náttúrulega þurfti ekki að læra dönsku að því ég kom hingað 2007 í 9. bekk. Þá var ég of seinn til þess að byrja á dönskunni. Þannig að ég var bara settur í auka íslensku tíma. Já, ok. Já. Smá luxus. Hvernig er 2021 búið að fara í þig? Hvernig, já, það er góð spurning. Bara, ok. Ætla það ekki. Jú, nei. Ég er búinn að vera mjög þakkláttur. Margt gott búið að henta mér að gera stuðni þetta ár, held ég. Og ég er mjög þakkláttur fyrir þessu ári. Þrátt fyrir allt. Já, mitt. Þrátt fyrir allt, sko. Mikilvægt að vera alltaf smá þakkláttur. Já. Herri, þú náttúrulega varst í áramótasköpinu fyrra. Yes. Og gerðir ennan söng, hvað var þetta? COVID-söngurinn? Já, COVID-söngurinn? Nei, forðast COVID. Ekki með grímu. Held í mér andanum. Held í mér andanum. Já, mitt. Það var bara stóra spurningin. Ertu í áramótasköpinu ára? Það kom nú í morgunblaðinu daginn, þannig ég myndi segja mig segja, sko, já. Já, ok. Ég er í áramótasköpinu í ár. Þú var það í morgunblaðinu, nú bara eru við hérna. Já, við erum 17 Nei. Ég er ekkert að skamma ykkur, sko. Það skamma ykkur. Já, það var nú í morgunblaðinu. Já, þú bara viti þetta. Nei, ég var að hugsa upp á þess að ég mætti segja ekki, en jú. Já. Ok, geggjað. Það verður gaman að sjá það. Ertu búin að sjá sköpið? Já, ég bara held ég verið að sleppa vera á Twitter eða eitthvað meðan, sko. Þetta er fyrsta árið sem ég er að skrifa það líka og ég veit að það sé aðeins meira svona close to home, svona aðeins meira nær hjartanu öll gagnrýni, sko. Já. Djúvöldi fyndið að heyra Lego innan í bakgrunni. Já, heyrðu í... Það er alltaf gott. Þú er bara going ham bara í Legoðinni. Já, ok, ég er going crazy annars. Já. Ertu að glúa þetta saman og tekur þetta aldrei sundur? Glúa þetta saman, hvað þú? Ég reyna aldrei að þurfa að kljúa þetta saman, sko. Ég frekar til ég þá allt upp til þess að vera viss að ég sé að gera þetta rétt. En tekur þetta sundur? Nei, hvað þú? Ég hef búið fálsinnum tekið þetta sundur, já. Nei. Já, ég veist, sumir gerir þetta, svo takir þetta sundur. Vá, geggjað. Já, það, til þess að gera aftur. Ég veit ekki, ég held það, sko. Ég er búið með eitthvað núb í þessu. Það er kannski einhver Lego crazy, sko. Já, bara, ég er búið með þetta fucking Lego á minni. Ég ætla að byggja Death Star við þinn áttur.
Ég meina það til hópur sko á Facebook sem heitir áhuga fólk Lego og það sko fólk sem bonkers for Lego. Ertu þar? Ég ekki bonkers for Lego sko, en ég verð alltaf mjög kátur við að fæ Lego, þannig að ég kannski ekki bonkers, en ég alveg happy. Happy for Lego. Herru, fegst þú Spotify Wrapped þetta árið? Já, ég fekk það þess. Hvað var lagið sem stóð út? Vá, veistu, það var ógeðslega steikt. Ég veit ekki hvort ég skammist mín eða ekki fyrir það. Var það Lego-lagið? Já, fyrir það Lego movie. Þetta var Everything is Awesome Lego-lagið. Nei, það var Bo Burnham. Já, Netflix-gæðin. Já, uppistandarinn, veit ekki hvaða lag samt það var, ég held að hafi verið, ég að skoða þetta núna. Já. Ég náttúrulega hlusta á plötuna svo ógeðslega mikið. Ég veit. Það var bara að tekja plöta. Content með Bo Burnham. Geggjað. Bara mjög basic bitch lag sko, en ég fannst það geggjað. Horfður á Netflix? Já, þetta eiginlega ótrúlega gott special. Já. Þetta eiginlega svona bara fucked up gott dæmi, hann stendur sér svo ógeðslega vel í því. Já, ég byrjaði að horfa á þetta því að ég var á okkur myndavél á svona Facebook-grúpu þar sem þeir eru að tala svona, þú veist, er þessi myndavél Netflix approved? Og þá voru þeir að tala að hann gerði þetta sjálfur heimi á sér með myndavél sem kostar bara eitthvað 300.000 kall. Já, það alveg ótrúlega dæmi, sko. Já, þetta náttúrulega rándýr myndavél, eða svona ekki rándýr. Nei, bara mjög ódýr myndavél, sko, með hvað vélar kosta. Já, en svo bara allt sem hann gerir mitt, bara læstur í þessu litla svæðið þannig ótrúlegt. Ég hef ekki tjekkað það sko. Nei, þetta er alveg flott sko. Já. Ég mæli mikið sko, sem svona uppistandari þá þetta ótrúlegt dæmi sem hann hefur gerst. Já. Svo elska ég náttúrulega hringdu auglýsingarnar þar sem þú ert í þeim. Já, takk. Og ég ákvað að hoppa í hringdu, nú er ég hringdu sko. Já, það? Ég er mjög ánægður viðskiptavinur. Já, ok, gott. Ég er einmitt sjálfur hjá hringdu, sko. Já. Annað væri náttúrulega bara vörusvindl. Já, þú ert bara komin með góðan díla, ekki? Já, bara venjuleg díl held ég, sko. Nú, ok. Þú veit ekki að það var eitthvað special. Það fekk ekki special treatment. Nei, ég meina, ég vil borga fyrir gott service. Já, ég veit. Það er ekkert að múta þér, þú fannst með ekstra en að 4G, en að... Ég hef einhvern tímann væst í ekstra 5G, ef ég var að segja það. Eitthvað svona einhvern tímann ég var í útlöndum. Please, þá meina. Það varst yfir 100 GB. Í útlöndum, það kostar meira. Í útlöndum kostar meira, sko, en það er eitthvað roaming. Já, meinar. Ég ætla að hafa það hægt. Nei, í sömurlöndi, sko. Það er ennþá gert, sko. Já. Herri, þá ætlum við bara... Sleppa þér, eða ekki? Sleppa hann úr lausum. Þú sloppinn úr þessari yfirst. Já, það var frábært að geta loksins að tala smá við ykkur. Já, við þurfum bara að fara að kíla á viðtal, sko. Alvöru. Já, algjörlega, sko. Ég vil að hlustendur heyri hvað þeir eru búin að vera í fullri vinnu að reyna að fá mig í stúdíu og ég er búin að vera alveg bara með hausinn í skýjunum, sko. Ekkert vesen, sko. En ég verð að koma. Já, 100%. Við verðum bara í bandið, eða ekki? Við verðum með Lego-set fyrir þig. Já, bara þig gera Lego á meðan. Þú ætlum aðeins að múta þér einna. Það verður Hogwarts Lego-set. Já, það var sick. Við verðum bara í bandið, mestari. Æðislegt að heyri yfir, strákar. Sömuleiðis. Og gleðilegt nýtt ár. Já, gleðilegt nýtt ár. Já, hafa það gott. Bye. Þetta var verið Netto. Geggjað að fá að tala við hann. Já, við erum hérna ennþá. Við erum ennþá í fókasti. Ég ætla að segja bara, Gauir, ef hún viðtal, þá ætla ég að pulla upp allir bara Hogwarts Lego-set. Það væri þetta svolítið fyndið, sko. Það væri ógæslega fyndið, bara allt eins og undir borðinu. Sjá hvað ég er með. Geggjað að fá að tala við hann. Já, mistari, þessi gæði. Við erum búin að vera að tala við hann smá á Instagram. Instagram. Hann er í skaupinu 2021. Ég er þá mjög spenntur fyrir Og skaupinu. writer. Og er að skrifa, já. Ég er mjög spenntur að sjá. Mjög flott, ég held að það er mjög skemmtilegt. En við erum eins og að skella okkur bara í spurningu til okkar og það kom alveg helviti margar, sko. Helviti margar, sko. Bara, já. Og byrja á fyrstu sem kom fyrst. Bara fyrstu. Niðri. Já. Það ekki. Ger upp þetta ár, sko. Herri. 2 ára. Hvor er felli nummer 1? Ha? Já, ok. Það... Ég er svo að gefa Óla. Já, af því ég verð að segja það, af því ég er á track nummer 1 alltaf. Ég ætla líka bara að gefa það og þú
Þetta er svona mest af þessu í byrjun. Ok, takk fyrir það. Og ég er líka á track nummer 1 alltaf. Já, Óli þarf alltaf að vera track nummer 1. Þetta er líka, koma, þetta er einfaldara. Ég byrja á track nummer 1, skilur. Þú með þitt hérna OCD var alltaf rauða mæki, núna gleymd hann honum. Hvað er það í tönnu? Fucking vöru mín. Það er nýja vör, ég get að redda það, sko. Lítið ekki bara, ég kom með podcast money, skilur. Saglegt podcast money, sko. Herri, hvað finnst ykkur lagið Spurningar eftir Birni og Páll Óskar? Geggjalag. Mér finnst það var fínt, sko. Hægt að gera fucking... Mér finnst það geggjalag, Andrús. Já, og ef þið hafið ekki séð vídeoið, þá er það... Já, ég ætla að segja music video klikka. Það er banger. Það er hann hérna, andskotin, hvað heitir direktorinn? Magnús. Held það. Maggi? Sem gerði, sko, hann gerði líka stofuhitti, þættinir. Með hérna... Það heitir stofuhitti? Berg Ebba. Já, við varum að finna það út, þannig að... Það er geggjað. Hvað stefnir þið í framtíðinni? Við stefnum á toppinn. Stefnum toppinn og... Næsta spurning. Nei. Samt að eiginlega stefnum var bara 100 þætti. Já, 100 þætti. Ég held að það sé bara flott, sko. Þá hættu við. Nei, ekki nefnilega. Nei, við er bara svona go with the flow. Eins og við hefum alltaf gert. Ég og Einar, sko, þetta podcast er ekki neitt planað. Nei, ándjóks. Þú veist, jú, stundum, en ekki eitthvað... Já, sko, við byrjum þáttinn og byggumst við að myndu þurfa að grátbiðja vini okkar til þess að koma í viðtal. En svo breytist það svolítið fljótt, sko. Já. Alveg vel fljótt. Já, við vorum að biðja fólk að koma og svo ertu við eiginlega að segja bara nei, bara 18+. Pældi, við endum fyrsta ára okkar á Óla Darra. Já. Það var bara endum á kanónu, svaklegri kanínu. Bara geggjaðri, sko. Já, hann er mestari. Tókum Þorgrín Þráinsson og Sigga Hann startaði þessu öllu. Þorgrín Þráinsson og Sigga Dögg, þú veist, þetta er alveg... Hann gaf mér svona confidence boost. Bara leið að setja niður, hann bara, já, ég sé á ykkur strákar að þið eruð að fara að gera þetta í framtíðinni, þetta er ykkar calling. Já, hann alltaf geggjaði, sko. Hann var komið út, gefið nýja bók, endilega kaupa hana. Já, ég fekk ástfangin af lífinu. Fékk hann í jólagjöf, fálega góð, sko. Ég þarf að fá hann lána eða kaupa hana bara. Nei, fann ekki lána. Af hverju byrjuðið podcastið? Ég ennþá veit það ekki, sko. Ég veit það, ég nákvæmlega svona. Af hverju? Og ég man þetta bara. Nákvæmlega hvernig þetta var. Þetta er, og við höfum sagt þetta með þessi ég held í podcastinu. Þetta byrjaði allt með því að mannstu þetta stúdíu Klemmu í Vatnsskóla. Já. Við var að segja stúdíu í skólanum okkar og Óli var að, ég og 2 aðrir vinir mér voru að fara að búið til útastað fyrir Vallaskóla sem reynda gekk ekki upp. Nei. Það bara þig, hvað? Og það við fýblimst alltaf að nynni bara. Já, en það er heldur ekki komið út seinna, sko. Þú veist, það er ekki annað gert það. Ok, hvað er í gangi? Það er bara, ég held að ef þú ferðan inn með vininum, þá er ekki fyrir að gera neitt, sko. Og Óli kemur inn og fer að skoða mækun og spyr svo í kennarann okkar hvað hann kaupir þessa mæka og hann bendur okkur á, hvað er þýsk síða? Þomman, já, þýska síða sem heitir Þomman. Þar kaupir hann mækuna sínu og alltaf og... Við ketum mækuna okkar í það. Ég og Óli bara fáum það bara hugmynd að pröfa podcast og sjáum hvað mækunum kostar. Við vorum að lengja þessu, við tókum margar sundferðir. Aha. Nei, í mínu minni var þetta bara við fórum á Þomman, ákveðum að kaupa þetta, keyptum þetta. Kaupa þessa mækar sem ennþá í dag sem kostar 2 skall. 2 skall, ódýrt dót. Við ætlum að uppgreita þetta bara að því bara, en þið munið ekki heyra neitt mun. Af því að þetta gerir the job, sko. Og svo tókum við margar sundferðir með nafnið. Nafni, sem skiptir í endanum ekkert svaklega máli, en það er alveg næs að vera með 2 fellar. Ég minnst alveg flott. Mér finnst það búið að vera mjög gott nafn. Allan að búið að... Eina við það er, þegar þú ert að gera nafn, að hafa ekki tölustaf. Þá veit fólki hvort það sé 2 skrifað eða ekki. En það er engin pælt í, þannig ég veit ekki hvort það breytir miklu máli, sko. Nei. Og það er líka allir 2 fellar. Já, fellabær. Þetta er umulett nefntjók. Þetta er bara geggjað, mér finnst það bara, þannig að byrja þetta bara. Við ákveðum bara, tókum við fyrstu þáttinn í herbygginu Sóla. Já, það var eiginlega bara engin ástæði fyrir. Intro þáttur og svo eiginlega bara sprakk þetta á Selfossi. Sprakk, mennur. Það settu allir á stories. Já, allir vinur okkar. Allir vinur okkar og bara þetta sem með einhver skólanæsti. Þeir nefndu því, ég veit ekki akkur. Settu þetta á story og við fengum einhverju vinur okkar í hlaðvarp og eitthvað og Celsius Já, svona félagsmiðstöð, já. Man ekki alveg hvað hann heitir. Guðna. Já. Ekki? Jú. Og þá bara fannst okkur þetta mjög gaman og við komum bara að halda þessu áfram. Já. Og hvað hafið þið lært í gegnum árin að taka viðtal að ekki á handrit? Fyrst mér. Eða ekki of mikið handrit. Sko, ég veit aldrei segja að við höfum haft handrit, það er bara bullet points. Handritið er bara, hvert er ég að horfa? Ég veit ekki, þú veist. Það skiptir engum máli, þetta er bara eins og podcast, sko. Já. En akkur er það að horfa linsuna?
Horfðu bara eins og nú Það er vilt, ekki horfðu bara horfa á hingað vilt, horfðu bara einhver, hver er mikið drull saman? Já, sko en svo skrítið, en allan sko, ástæðan fyrir því að vera með 100 er basically, 100 bullet points, að vera með bullet points er bara svo þú gerir research fyrir hlaðarpið sem er undirbúin, en ef þú gerir of mikið research þá veistu allt sem er verið að fara sem þið eru að fara að tala um hana og þá einhvern veginn er þetta ekki svona genuine reaction, þú bara spyrðir eitthvað já, hérna, hvernig byrjar þú þetta YouTube channel ditt, segjum það bara sem dæmi, og þá veistu allt sem þau eru að fara að segja og verður ekkert bara, þú verður bara okay, en svo finnst þér interesting í alveg ef þú varst ekki búin að researcha okkur hann byrjaði þetta YouTube channel og já, þannig líka sem ég lært bara er að þetta er allt bara fólk þú veist, já, frægir þú veist, þetta er bara skemmtilegt fólk eins og Darri og Gísli Marteinn, þetta er allt bara fólk þetta er allt bara eins og ég og þú, skilur þetta er bara en veist, eins og með svona fiðring og þannig að verða stressaður ef eitthvað svona frægur já. Ég held samt maður fái þá alveg ennþá ég það bara spenning nei, ég er að segja, ef þú hittir bara eitthvað út í bæ það er ekkert eins og bara, já, frægir hafa ekki áhrif á mig, þú veist hvað minna svona... nei, þú veist, ég sé sjónvarpinu, skilur cool. Já, nei, ég er að segja, verður þú ekki svona þú hittir eitthvað á götunum bara, oh my god, þannig þessi ekkert mikið, nei, reyndar ekki, já, ég veit ekki þeir hitti auðvitað á flugvellunum var eitthvað svona, sko nei. Já, bara svona, auðvitað, þú veist já, ég veit ekki, kannski breytir þetta einhverju sýnin á það, sko, ég veit ekki mér finnst þetta líka bara cool og svo þetta líka bara kemur mér að tala almennilega myndavél og bara já, myndavél og tala bara public speaking, skilur public speaking, ég veit ekki með það samt mér finnst það allan að hjálpa, þú veist, með kynningar og eitthvað ég veit ekki, sko, hlaðvarp og public speaking, mér finnst það ekki vera alls ekki það saman, sko. Nei, ég er bara að segja, ég hef meiri núna bara þú veist svona kannski bara kunnátt á að tala bara að tala, skilju, en ég held að með stress og að tala public speaking, ég veit ekki hvort það breyti einu af mig þegar ég er að gera public speaking ég verð ekki mikið stressaður en einhver ástæði þá löppir mín til einhvern veginn byrja að skjálfa það er fáránlega pirrandi, sko. Skjálfa? Já, einhvern veginn bara svona það er ógeðslega pirrandi, sko. Það svitnar alltaf líka alveg svo já, jú, svitna, en veist, það er alltaf læg en ef fólk tekur eftir því, veist, ég veit ekki hvað það gera en ef það gera það er það sem gera það óþægilegt, skilju þá heldur það að sjósta stressaður en einhvern veginn í huganum er ég ekkert svona ég veit það ekki, það er mjög skrítið, sko en þetta venstulega bara eða ekki hvað halda að muni breytast eftir að þið verið 18 ára? Ekki mikið, sko jú, samt ég veit ekki, fullur fólk er bara eins og fjárfesta já, en þú skilir þú mun ekkert breytast í huganum, held ég, sko ég held að mun ekkert breytast í huganum nei, ég er að tala um þannig, sko ég hefur með réttindi, auðvitað, já mun kjósa já, en veist, já, en huganum fullur fólk, eins og það er oft sagt það, ég heyrði í hæ-hæ eða eitthvað þú veist, þeir komast bara að þegar þeir eru fullorðnir að fullorðnir er bara fólk sem er ekkert með allt á hreinu, það er bara eins og krakkar eða úlingar með meiri völd já, þú veist, skilur, þeir er ekkert með allt á hreinu þeir eru bara alveg mikið, skilur með að fara að reykja þú mátt fara að reykja, hvernig það er mikið gegga en já, ég held að muni ekkert breytast eitthvað svakalegt, sko. Nei, ekki neitt, sko, held ég hver er mestu mistök sem þið hefur gert varðandi podcasti? Við ansögðum við að margir deildu þættinum og við fengum margar spilanir á fyrsta þáttin sem var svona intro basically og það sem við ætlum að gera þá var að gefa út 4 þætti eins og Sölvi gerði á sínum tíma og þá fara láta allir deila þessu og þá hefði allir 4 þættinir fengið margar spilanir og þá svona fólk hefði, skilur, þú veist, fengið að velja já, þessi gestur áhugaverður og hvað en þú veist, við gerum það ekki, við föttum það ekki en ef ég myndi byrja annan hlaðvarp, þá myndi ég definitíð gera það við reyndum að gera þetta svo í miðjunni með Hæ-Hæ og Ævar og Gísla já, í miðjunni af okkar journey já. En það virkaði ekkert eitthvað svakalega vel já. Það virkaði svona alveg við fórum alveg poppaðum upp í sætum á Spotify já, og þú veist, við fengum margar spilanir þá á Anchor, þú veist, á öllum hlaðvarpsmiðlunum fyrir á YouTube en á YouTube, þá var það ekki mikið spilunum af því að þú veist þá var fyrir fólk sem er að horfa á okkur YouTube sem er ekki margir, þá var þeir bara 3 í einu, Jesus, ég nefnir ekki að horfa 3 vídeó, sko en já, svo líka bara litlu mistökin, sko þú veist, eins og gleyma að taka myndir með einhverjum eða þegar vorum að taka myndir þá gleymdum að taka myndir með Sigurdögg og við gleymdum að láta Sigurdögg gera intro já, við tókum myndir með Sigurdögg einar við gerðum það, við eittum óvart og svo tókum við intro, Gísli Marteinn tók intro, við eittum vídeóna á húnum, gleymdu því líka við eittum, skilur, af A-camera en einu tók B-roll, þannig við áttum það það tók svona vloggið en við eittum ekki audiónu, svo næs hvert er búið að vera hvað er búið að standa upp úr á ykkar pókasvelli hvað er staðið upp á fyrir þér?
Ég bara veit það ekki, sko. Það stendur pínu upp og mér finnst mjög gaman þegar fólk segir þú tveifælar. Já, ég nú bara lent í því einu sinni, sko. Nei, þú veist, maður var, ég alveg lent nokkuð sem ég, en þú veist, maður var bara þakkláttur bara, vá, takk, Andrés fyrir að hlusta. Það er ekki þess að geispa Það er ekki kreinlega þetta hundlega lett. Já, þetta er svona, nei, ég er bara þreytur. En svo líka bara stendur upp úr að fá alla þessa gesti, sko. Já, mér finnst bara ótrúlegt einhvern veginn hvað er mikið, þú veist, við erum á Íslandi og það er svo einfalt að fá bara, þú veist, æfa vísindamann sem að bara, þú veist, maður horfði þá í sjónvarpinu og ég sá hann einhvern veginn í háskólanum og bara, oh my god, og svo bara, ef maður núna bara heyri í honum, skilur, þú veist, ótrúlega easy. Já, bara ekkert mál. Þú veist, einhvern veginn, to the top, þú veist, að heyri fólkinu on the top, eða þú veist, skilur, sem er í sjónvarpinu, það er svo einfalt. Ef þú væri í Bandaríkjunum, ekki séns. Nei. Mér finnst bara svo interesting hvað það er svona, já. Bara cool að búa í Íslandi. Já, stendur líka upp og hjá mér einhvern veginn, þú veist, hvað er búin að mynda stórt, já, þetta tengist þessu, stórt tengslanett, eða þú veist, maður er búin að ná mörgu fólki og maður telja að þú eru búin að taka viðtalið 34 einstaklinga. 35 einstaklinga. Já. Og þar af 4 kvenkyns, eins og ég sagði síðan þetta. Það náttúrulega gengur ekki, og við segjum þetta eftir hvað það einast þetta kvenkyns viðtal. Nei, já, ég sem segja í dag er gesturinn kvenkyns. Það var hræðilegt intro, sko. En okkur finnst ógeðslega gaman, mér finnst til dæmis ógeðslega gaman að tala um Sigurdók og Júlíu og þú veist, þessi, nei, hvað heitir hún? Seltjús. Ég held sem Guðrún eða ekki eitthvað. Fyrirgeður að fokka á mér, ef þú ert að horfa á það. En svo var líka Inga var geggjuð og mér fannst það bara mjög gaman að taka viðtalið þessar stelpur. Það er svona öðruvísi. Þær eru búin að vera 11,4% á okkar kynja, það er kynja hlutfallið. Já. Þannig 90 og, hvað, 90... Svo 11, 80. Já, 88,6%. Sem er crazy. Kallar. Sem er geggjað. Nei, þú er geggjað. Nei, það er bara næst spurning. Þetta er ekki spurning en ég vil að þið hrósi hvort öðrum. Já, takk fyrir það. Einar hrósaði mig nú. Ég mást því ég sagði þér einu sinni, Einar, gerum þetta núna hrósi hvort öðrum. Mást þetta því? Nei. Ok, við erum náttúrulega að söpja, gerum þetta. Það er ekki þess eitthvað. Þú er til að gera hluti. Jésús, já, þú varst eitthvað í einhver midlife crisis þar eða eitthvað. Midlife crisis, já. Varst eitthvað depressed eða eitthvað, ég veit ekki alveg hvað það var. Takk fyrir það. En já, mér finnst bara crazy hvað við góðum með græjur og bara miklu betur. Við? Nei, þú. Mér finnst þú. Já, það er hrósað. Ég er hrósaður. Mér finnst Andrés crazy hvernig þú ert með græjur með þú veist eins og við hefum fengið Sigur Pétur og alla þú veist þá sem eru mentar í þessu. Og þú veist meina þeir næst því sko. Já. Þannig að mér finnst það bara klikka sko. Já, sumir, ég veit meira sumir. Ekkert að benda fingur hérna. Bara svo að segja þetta, Sigur Pétur veit ekkert hvað hann að gera. Nei, ég er ekkert Sigur Pétur veit hvað hann að gera, en þú veist, þú ert ómenntaður, skilur. Já, ég er ómenntaður, sko. Já, það getur lært þetta alltaf á netinu, sko. Já, ég er að segja það. Já. Mér finnst bara crazy hvað það er sem ekki. Takk fyrir það. Næsta, takk. Nei, næsta hrós. Já, hrósaði mér. Ég hrósaði þér. Nei, þú hrósaði mér meira. Ok, þú... Nei, ok, skal það segja núna. Alltaf erfitt, sko. Herri, ég er að tjóka, leið mér að hrósa þér. Það hugsa eitthvað gott. Já, það er ekki gott hlaðvarp að hugsa lengi, sko, já. Nei, ég er að tjóka. Ég ætla að hrósa þér, Einar. Fyrir hvað mætir réttin tíma. Já, vá, ég ætla ekki að hrósa fyrir það. Jesus fucking Christ. Ég er að tjóka. Þú átt að hann gerir það, hann er alveg mjög góður með tíma, sko. Fyrir það mig. En ég ætla að hrósa þér fyrir hversu góður samskiptum, ekki? Ok. Já. Jú, ég er alveg góður samskiptum. Já, þú ert góður samskiptum. Ég meina, já, þú ert svona, hvað heitir það? Algjör introvert. Nei, já, extrovert. Ég er ekki introvert. Það er intro-extra. Er það uppáhaldslag með Inga Bauer? Vá, takk fyrir hrósið. Ég gaf þér hrós, what the fuck? Ég er að tjóka. Er ég að lemja það eitthvað? Snild. Erfið spurning. Hvað er uppáhaldslag með þitt með Inga Bauer? Það var Aftur tilbaka. Nei, tilbaka. Nú var það heitir það tilbaka. Hann skauti mig alltaf í fótinn. Skauti mig alltaf í fótinn. Ekki uppáhaldslag ekki reynilega. Jú. Mitt er sko annarkost GVI sem hann syngur eiginlega lítið í nefnum bara bakgrættir eða eitthvað. GVI út og það er bara svo fucking geggjað eða AB Röfjabót, minnst það fuck. Og Snáðar, það tekur yfir þetta allt. Snáðar er svakalegt sko. Mér er tilbaka gott. Já, það er líka. Hann segir alltaf aftur tilbaka. Já, en þú veist það heitir bara tilbaka. Já, mér er bara svo hétt aftur tilbaka. Held ég, þú veist kannski rétt þegar ég er ekki. Geir, þú ert að skjóta því. Æ, tjekka það. Geir, aftur tilbaka.
tilbaka. Ok, já. Ég er fyrir mér. En já, mitt snáðar, það er fucking geggjað. Við vorum að tala við Inga og maður bara, þú veist. Já, þeir eru búin að heyra, já. Já, þeir eru náttúrulega búin að heyra það. Við erum, hvernig er búið að vera sinns 2 ár? Nú er hann þreyttur í löpunum, sko. En síðust 2 ár eru bara búin að vera geggjuð. Þess mér allan. Fyrir utan þetta COVID, náttúrulega. Við erum COVID baby, sko. Það er búið að vera COVID innan, já. Við erum COVID baby. Já, við were born in the same time as COVID. Já. En þú veist, annars er þetta bara búið að fucking geggjuð 2 ár, sko. 2 ár? Já, mér finnst það bara, mjög fínt 2 ár. Mér finnst það bara geggjað, sko. Nú maður að vera 18 og svona, já, það er búið að lengi að líða við mér, sko. Finnst það? Nei, þú veist, 18 núna, mér finnst ég búin að vera svo jörð bara í fucking heila öld, sko. Ég átti að hugsa svona fólk sem er 50 og hvað döður. Já, ok, Jesus, hvað ert þú búin að gera, sko? Það er andjúk, sko. Þú er bara búin að lifa, hvað, þrefald þess að við erum búin að gera, sko. Fuck, hvað er það bara að balla, sko? Þú getur bara, þú lifað 3 ára okkar æfir. Mínus, við erum alltaf búin að vera baby, skilur við. Já. Hvað er það að gera við allan tíma? Hvað er planið hjá ykkur? Vorum við að segja bara, það er bara ekkert plan, þetta er bara go with the flow. Go with the flow, við ætlum að fara til New York. Það gæti alveg verið að morgun ennum þess ekki, það er bara ættuð, sko. Nei, við höfum síðasta þátt alltaf, ef við myndum hætta. Ég veit ekki, það var alltaf síðasti þáttur. Hæ? Ég sagði, það var alltaf náttúrulega síðasti þáttur. Já, en ég segi, við myndum taka þetta, ok, við ætlum að segja ykkur alveg sannleikann, þetta er síðasti þátturinn. 2 ár, þetta er búið, við erum leiðar okkur þau. Það er samt 2 ár, þetta er búið að líða, hvað? Breaking up. Þetta er búið að líða hratt, eða? Ef þú setjast það? Nei, hætti svo væri. Herðu, ég er með arthritis. Nei, hvað er það? Ég verður ekki eitthvað sem tekur til að standa upp. Jú, er ekki vefjagigt? Ég veit ekki, kannski. En ok, en já, það er eiginlega ekkert að plana okkur. Finnst þetta búið að líða? Já, það er eiginlega ekkert að plana. Nei, þú veist, mér finnst við erum ekki með eitthvað, þú veist, við erum ekki sem með markmið, sko. Nei, við erum ekki með neinn markmið. Það er alltaf að vera að segja markmið, þú verður að hafa markmið, sko. Við erum búin að fá fullt af gestur sem er búin að segja markmiðsetningu. Það var aldrei neitt markmið. Það er svo oft sem við erum búin að fá gestir sem koma eitthvað geggjutips og svo er maður alltaf að grípa að sjálfum sig í því að fara ekki eftir. Já, alltaf. Ég var að segja mig eitthvað, já, ég er að taka mig of alvarlega. Akkurat þess að þér voru að segja mér hann í hæ og maður bara eitthvað, því ég var að taka mig of alvarlega þáttinn sjálfan af því ég sagði mér því að ég ætlaði eitthvað eigna 6 íbúður og bla bla svo var eitthvað eftir sæt þarna, ég sagði ekki skilur, þú veist, gæti ekki gest skilur kannski og var að taka þá því á afláðlega sko. Einmitt. Það er eitthvað 6 íbúður. Herru, hvert er búið að vera upp á gesturinn ykkar? Shit sko. Það er margir. Það er bara Darri eða Ingi Bauer og Stefán Atli. Annarkvort, einhver af þeim. Sko ég ætla að segja Ice Cold og það þau náttúrulega bara því. Já. Það var fárlega geggjað viðtal og bara mjög snemma á okkar ferli, finnst mér. Já. Svona þegar við byrjum að fá gesti. Og ég man líka hvað þeir voru bara, þú veist, bara þeir voru big á sínu tíma. Ekki alltaf ekki á leiðilegur á sínu tíma. Nei, en bara, þú veist, fokk hvað ég var bara, þú veist, ég var svo spenntur að taka þetta viðtal og það hefur búin að horfa öll lokin og allt það. Og svo núna, þú veist, eru í messengergrúpu með Stefáni, sko. Já. Það er crazy, sko. Óska okkur gleðilega jóla að gegja. Ég sendi tilbaka gleðilega jól. Eitthvað sagði ég. Já, ég sendi eitthvað gift bara Christmas. Já, ok, what the fuck. Senda það message maður, hvað er ekki? Já, en já, það er örgulega Ice Cold og svo Icelandica er endari líka alveg vel hátt til mig, sko. Nice. Það er fucking geggjað, sko. Eiginlega bara, ég hef engan uppáhalds gest, sko. Þetta er allt uppáhald. Þetta er svo með börninu okkar sem við eigum ekki. There's no favorite, sko. There's no favorite. En herru, það er nokkru eftir. Þreytur löpun. Þetta er svo væli. Það fara úr skónum hérna. Já, fara úr skónum. Já, þú myndi velja það. Hversu oft hafið þið sofið saman? Sko. Bara 3 Ok. Nei. Það er að counta þetta 3. Því miður þá. Því miður? Á ég kæristu. Einar kæristu þannig ég er ekki búin að alveg kokkblokka hérna. Nei, tjók. Nei, bara. Bara 0 sinum? Já, ég er virgin, þannig. Hvernig átti ég að sofa með Einar? Ég veit ekki. Já, ok. Já. Hver er sub og hver er dom? Ingi Bauer exposaði mig, þannig ég get ekki komið tilbaka núna. Hver er sub og hver er dom? Ég er definitely dom, Einar er sub. Jeps, 100%. I'm number 1. Þú veist það, já, ég er 100%. Við erum bara báðið dom. Við erum dum. Nei, ok, happy. Verður auðveldara að gera podcast með hvernig þætti sem þið gerið? Já, ég myndi segja það.
allan að með tökum frá byrjun og til núna skilur við þá hefur allan að sýnta að þetta miklu öðlar núna. Já, þetta er æfing, sko. Fyrir utan alla fucking græðina sem bætast alltaf við og við þurfum að bera upp. Ekki lengur, það komið lifta. Við erum þetta konum með lift í nýja stúdíu okkar. Það er nýja stúdíu okkar, þetta er íbúðin hjá frænda mínu, sko. Þetta er nýja stúdíu okkar. Nýja stúdíu okkar, sko. Laka til á sófanina eftir að standa hérna svolítið lengi. Já, við viljum ekki gera þetta aftur, sko. Nei, ekki svona. Þetta er svo mikil orka eitthvað standa, en því sko, hún fer bara þegar þú er búin að standa svona lengi, sko. Gerir bara svona. En já, þetta verður 100% stöðuldra sko. Þú veist. Já, maður var mjög stressaður sko í byrjun. Ég man, þú veist, þegar Þorgrymur var að koma þá voru alveg shit. Maður að býja eftir bjallar hringi, hann bara. Svo það hringdi var hann bara fuck. Þetta var bara, það var alveg rush sko. Það var rush sko, en samt svo bara, svo maður dregin strax nýra í jörðina þannig kemur og segir bara blessaður og maður fattar að hann er, þú veist, bara vennilegur. Já. Bara eins og allir aðrir. Nú er það. Já. Þetta er síðasta, hvað hlakkar ykkur mest til í framtíðinni? Bara Ég hlakka núna til að fara til New York í desember. Já, shit, ég er þetta mjög spenntur fyrir því. Það næsta ári, fara í falleg og stök eins gott í degi ekki þar. Ég held að hafa þessa klippu, ég degi þar. Spila þetta í jarðarförinni. Nei, þá ætla ég að hafa svona I'm still in here, let me go. Já, eins og gamla kallinn. Nei, þetta það er þetta OP sko. En já, þetta er þetta alveg OP overpowered. OP move sko. Svo er líka bara við báðum flytt í bæinn. Já, það er spennandi. Það er eitthvað nýtt sko. Það er bara, þetta er crazy sko. Krei. Ég er að flytta í einn, þú ert að flytta með fjölskyldunni. Þú fannst aðeins, hvað mennur? Já, ég er samt basically flytta í einn. Já, þú verður ekkert einn, hvað mennur? Ég verður einn. Einu verður einn og yfirgefinn einsamall. Og svo bara vonandi eitthvað með hlaðarpið, mér lakar til að gera eitthvað með hlaðarpið og sjá hvað það fyrir. Já, og svo er að pæla að gera eitthvað svona þætti einhvern tímann. Já, skulum ekki segja fyrir við gerum það. Nei, við tekið það baka, við ætlum kannski að gera þætti. Það kemur í ljós bara á næsta ári. Já, við erum búin að vera kannski að gera þætti, við erum búin að vera að gera það allir lengi. Já, við erum kannski búin að gera þætti svolítið lengi. Byrjaði þetta ekki fyrra, kannski? Nei. Nei, sumar. Við byrjum í sumar sko. Byrjum í sumar og hugsa þetta og senda fólk, já, ætlum að gera þetta og svo gerist það ekki. Búin að fá já frá öllum og við bara nennum ekki að gera þetta. Nei, basically það er eina já. Við erum svo latir. Við erum latir. Það er bara gott að vera latur. Bill Gates, hann sagði að hann réð bara lat fólk í erfið verkefni. Því lat fólk finnst styðstu leiðina. Það er þetta satt. En þú veist, ég er að tala bara upp á Það byrja ekkert latir. Allir hrósa ykkur fyrir metnaðinu. Komið þetta humongous ljós. Já, veistu okkur að hrósa ykkur fyrir metnaðinu og það eru með cool græfur. Já, það er metnaður, það er ekki að vera latur. Hefði ég verið latur, reyndar, ok, ég tekur tilbaka, við bárum þetta allt upp stiga. Já, er það að vera latur? Þanga til núna. Já, við berum þetta samt. Ekki latir. En það er ekki stiga hérna. Það er stiga hérna. Ég stundum með svona tröppur upp að liftunni, það er ekki að svolega hér. Nei. Og bara þetta rampur. En þess að fokkin 4 hæðir eða 3 hæðir eða hvað sem var. Við labbaði svona hvað, við getum bara að tala sko. Jesus. Allavega 40 sinni sko. Já. Allavega. Nei, 50, definitely sko. Þetta er þáttu 50 sko. Já, við skal maður labba bara upp og aftur niður. Það er með græðinar. Ó, ég var að tala ferðir. Já. Herru, það er alveg 80. Trúlega 100. Já. Gauðir, það má fokka sig sko, það er búið. Þetta eru 80 tröppur sko. Þetta eru allan á 4 ferðir, alltaf, ekki? Jú. Jesus fucking Christ. En herru, þess að koma með stóra kalva og big juicy ass. Nei. En herru, fyrir ekki bara að kalla það gott. Já, Villi. Við setjum Villa bara inn. Já, ef hann hringir. Þegar hann hringir. Við setjum Villa bara inn með öllum hinnu síntölunum. En það bara takk hérlega fyrir 2 ár. Já. Endilega, ef þú ert búin að hlusta á okkur from the beginning, vill þú senda á okkur og þú ert komin í pott fyrir geggjaða gjöf, það verður nammi. Ok. Ef einhver sendir á okkur, það verður þetta gert. Ef einhver sendir ekki á okkur, það verður þetta ekki gert. Sendu okkur Instagram eða búin að hlusta alveg frá byrjunu þátti 1 og já, þá skrifaru bara from day one. Já, from day one. Hvað það þetta og þú skrifar from day one, þá ertu komin í pott fyrir nammi fyrir 5.000 krónar virði. Ok, það verður að spyrja mig. Já, ég get alveg redda, ég get coverað. Nei, ég er að djóka maður. Herru, og svo er komið rating á Spotify. Það er komið rating á Spotify. Ef þú ekki búin að gefa okkur rating á Spotify. Fuck, hvað var það? Jeez, hvað bara sko.
Ef þetta ekki búin að gefa ykkur við erum að 14. hæð sko. Hafðu hljómar, ég reyna að segja hana. Ef þetta ekki búin að gefa ykkur reyting á Spotify þá máttu endilega gefa okkur 5 5 reytingar 5 reytingar en reytaði okkar village. Það segir samt Andrés bara takk fyrir 2 ár og takk fyrir að vera með mér í 2 ár. Við erum þetta búin að þekkjast frá 3 ára. Já, þú veist podcastið 2 ár. Takk fyrir að fá ekki leiða mér, gerast aldrei. Jú, það gerist stundum. Herri, þegi. En herri, takk fyrir að fara að horfa og má ég segja stóri núna, please. Takk fyrir og bye.